Já, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudagskvöldi. Það er eldhúsdagur á hinni rásinni. Við látum það ekki trufla okkur. Heldur höfum hérna ágætlega spennandi þátt. Hérna í lok þáttarins koma bræðurnir Erpur og Eyjólfur Eyvindarsinir, kannski betur þekktir sem César A og Blas Rocca. Við ætlum að tala við á Suður-Ameríku og pólitíkina þar, en svona líka bara að fá þau heimsókn, það er gaman að tala við þá. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður samtaka leigjenda, kemur hérna eftir og við ræðum könnun sem að samtökin gerðu afstöðu almennings til leigu bremsu og leigu þaks. Barbara Safka, pólsk kona sem býr á Íslandi, hún búin að búa hérna lengi, hún ætlar að koma hérna, hún er í Eflingu. Við ætlum að ræða saman erlend vinnuafl hér, íslensku kennslu og kannski komandi kjarasamninga, hvernig þeir líti út fyrir fólk af erlendu bergi brotnu. Síðan kemur, hérna á eftir þegar við erum búin að fara yfir fréttavikuna, þá kemur Jón Magnús Kristjánsson hingað, hann er læknir á bráðavaktinni, skrifaði grein í Vísi fjárlögin, hvað mætti lesa út úr þeim, hvort að stjórnvöld væru að taka á þeim vanda sem að spítalinn horfið fram á. Ræðum við hann hérna þegar við búin að fara yfir fréttavikuna með honum eina fréttamanni Rauðaborðsins. Já, eins og allavega. Já, Karl Héðinn, hvað er fréttum? Eins og þú sagðir, það var eldhúsdagurinn og kannski ekkert mikið það að segja nema að mér fannst einmitt, maður hlusta aðeins á þetta og hún talaði góðu stefnu stjórnvalda að samfélagið sé samstillt í að taka á þessu og félagslegu áherslur ríkisstjórnarinnar og bla. Hún talaði meðal þess að hefði verið stórstig og framfæri fyrir leigjendur núna í vor þegar hópur skilaði. Við spurðum Guðmund Hrafn á því. Sáum hvað hann segir það einmitt, að maður miðað við ræðuna sem við skoðum inn í gær frá 2017 frá Katrínu, er hún trúverðug? Nei, hún er það ekki. En hvað er þessi eldhúsdagur? Er þetta svona auglýsingaprógram? Ég er ekki alveg með á hreinu, það er bara stefnukynning ykkur, svona eins og State of the Union kannski hjá forseta Bandaríkjanna. Nei, mér finnst ekki ná því, Nei, það ekki. Nei, hún er náttúrulega lengri og svona, svo koma allir hinir og eftir. Meira svona í State of the Union. Já. En svo þessu tengt og þá kom Stefán Ólafsson, prófessor, með grein í dag, þar sem hann var að brjóta svolítið niður fjárlögin. Og hann er að segja að þau eru í raun að það búið að segja að það er verið að auka útgjöld til velferðarmála og svona, en ef þú tekur inn verðbólguna, þá er þetta í rauninni brjálaður niðurskurður sem er að eiga sér stað. Það talar að þessi bara framlög til eftirlaunafólks sem að halda í við verðbólguna, allt annað. Og þau halda bara í við verðbólguna eða fara fyrir ofan verðbólguna með 2%, þannig að 2% aukning þar. Skólamál og heilbrigðismál eru að fá umtalsvara raunlækkun. Barnabætur fá sömu krónutölu árið 2023 og þau fengu núna. Og er því töluverð rýrnun út af verðbólgunni. Rýrnun upp á 12,2% segir Stefán. Húsnæðisstuðningur rýrnar líka. Hann bendir líka á eitt að verðbæturnar til dæmis á örorkulífeyri, þær kom alltaf eftir á. Þannig að verið gaman að þú getur kannski sýnt það eða finnur leið til þess að fjallu það hérna við Rauðaborðið. Alltaf þess að það er 10% verðbólga og þú færði þetta bara einu svona ári bætt, að þá ertu raunverulega með skerðingu alveg upp að í heilt ár. Það bara er smátt og smátt að étast af þér, svo eftir lyftur upp og svo étið af þér. Þannig að það er gaman að sjá að reyna að meta það hvað ríki nær raunverulega, hvað við segja, ná að vörurkjónum með þessu, að koma alltaf eftir á. Og mjög mikið að halda þetta haga því að stjórnvöldin reyna alltaf að fegra þetta svo mikið með leikatölum og segja að þetta séu aukin útgjöld og svona sem er bara ekkert rétt. Það er klárlega að benda á þetta alveg endalaust. Fjárveitingar til stofnframlaga til byggingar leiguíbúða almenna húsnæðiskerfunum er lækkað 2 milljarða, veruleg raunlækkun og svo náttúrulega húsaleigubætur halda svolítið í stað en það bæta ekki hækkandi húsaleigu náttúrulega. Þannig að Stefán var stórorður í þessum pistli, hann segir að þetta sé bara gríðarlega aðför að velferðarríkinu og bara algjörlega, maður sér það þegar maður les greinans, hún er á kjarnanum, ég mæli með henni. Já, ok. Meira? Svo náttúrulega fjölmiðlastyrkurinn, kemur ljós hvaða miðlar er að fá mest af þessum styrk, þetta er eitthvað 300 milljónir samtals og það er aðalega náttúrulega Árvakur sem er útgáfa félag Morgunblaðsins, útgerðarmennirnir fá penning, K100 og svona fá 66 milljónir, Vísir, Stöð 2 og Bylgjan fær 66 milljónir. Já, hann sem að einhverjir kallar að glíma yfirriðan á núna.
Já, einmitt, átök þar Virðist eiga nóga peninga. á milli Þeir eru að kaupa hlutabréf hvort öðrum, það er nóga peninga. En við erum að stikja þá. Hverju fleiri? Já, og Torg, eða ekki? Torgið er mitt sem er Fréttablaðið, Hringbraut og DVF. Já. Og þessi þrjú er náttúrulega að taka langt mest. Það er eiginlega í einkaeigu. Torg er eiginlega í einkaeigu. Já. Auðmanns sem að heldur blaðin úti og Hringbraut til þess að mikill stuðningsmaður Viðreisnar. Já, einmitt, stuð hjá þeim saman. Þetta eru 200 milljónir sem að fara í þessa þrjá. Já, og restin fer í einhver aðra 22 einkarekna fjölmiðla. Nokkrir sem að fá ekki úthlutað sem sóttum en 3. Svo er annað sem að við munum ræða betur en eftir náttúrulega er að könnun Maskínu sýnir að mikill meirihluti landsmanna vill leiguþak og leigubremsu. Já. Sem þetta er merkilegt að því að stundum talað þetta eins og það sé bara eitthvað svona villtar hugmyndir sem að fólk hafni, en þetta er náttúrulega viðtekin venja í út um alla Evrópu, það sem svona. Og ég held að þetta er fyrsta skipti sem almenningur spurður afstöðu til þess að mála. Já, hefur það ekki verið gert áður? Ég ánægður að samtök leigjenda eru komin og þau gera það. Já, kannski vegna þess að samtök leigjenda hafa eiginlega sett þetta á dagskrá. Það hefur stundum verið nefnt og svona, en þetta er aldrei verið svona þannig í dagskrá stjórnmálaumræðunnar. En þarna kemur í ljós enn einu sinni að það gerir könnun afstöðu almennings og þá er megin þorri almennings vill eitthvað sem er algjörlega þvert á það sem að stjórnvöld er að gera. Þannig að stjórnvöld fara í mörgum mikilvægum málum, í kvótanum, stjórnarskrámálinu, uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, sölun á Íslandsbanka, leigubremsunni, alveg þvert á vilja meirihluta almennings. Og ég held að koma fram í þessari konu líka að þeir sem eru á móti leiguþaki og leigubremsu eru svona 13%. Þetta eru þeir sem að kusu Davíð Oddsson í forsetakosningum. Já, mitt. En það eru þeir sem ráða, sko. En þetta er samt er ekki alveg flestir sjálfstæðismenn sem voru í þessari könnun sem meirihlutin? Já, meirihlutin. Ég held að það verið svona 52-53% sem voru fylgjandi leigubremsu og leiguþaki og kannski svona 24-30% í maðurgjálfur sem voru á móti því. Það er hvergi í öllum flokkonum sem voru í könnuninni, þú veist, í flokkum, aldri, búsetu, tekjur, menntun, þú veist, staða á húsnæðismarkaði, alls það var meirihlutin sem var fylgjandi að taka upp leigubremsu og leiguþak. Þetta er no-brainer, sérstaklega með öllu sem er að gerast akkurat, sko. Svo var líka Magdalena Andersson, forsætisráðherra Svíþjóðar hefur beðist lausnar frá embættinu. Hún er sem sagt að játa ósigur í þingkosningunum. Þeir eru ennþá að telja að það bættist við þarna, hægrið fekk einni viðbót. Það var að deila búið spil fyrir vinstrið í Svíþjóð. Já, það er svona líklegast að þeir myndi hægri stjórn með einhverjum stuðningi Svíþjóðardemókrata, sem er svona leiðin sem að danski þjóðarflokkurinn hafði áhrif á dönsk stjórnmál, þótt að danski þjóðarflokkurinn séu lítill núna. Og það er kannski, við höfum fjallað sænsku kosningarnar og ítölsku, að það verður kosið í Danmörku í haust, þó þessi ekki búið að búa til kosninga. Þeir búa til kosninga með mjög skömmum fyrirvara. En við skulum tala danskar kosningar eftir helgi, finna Íslending sem að þekkir vel til og ræða eins þetta, því það er mjög spennandi. Það getur líka leitt, þær kosningar getur líka leitt til þess að sósíaldemókratar missi völd, eins og gerist í Svíþjóð. Við vorum við völd sósíaldemókratar í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku í fyrsta skipti allir saman í langa tíð, en núna fjallu þeir í Svíþjóð. Vonandi ekki, það verður hrikalegt að enn annað land felli fyrir eitthvað svona. Já. Svo er Evrópusambandið búið að gefa út í dag og tala það að þeir búast við því að fá 140 billjón evrur úr því að setja hvalrekaskatt á orkufyrirtæki. Þessi 140 billjón evrur. Það er svolítið mikið. Það er svolítið mikið og mun örugglega koma sér vel í öllu sem er að gerast. Það er alveg hrikalegt ástand í Evrópu eins og er og þeir taka þetta af orkufyrirtækjum. Geta til að nota í félagslegar aðstæður og er að fara, bara á orkufyrirtækjum hérna. Það er verið bent á það að ef það væri eitthvað hliðstæði hér, að þá væri það bankaskattur, þar sem að hækkun vaxta Seðlabankans eykur mjög hagnað bankana og það væri svona tilefni til þess að segja þetta er bara sérstakt ástand sem er í núna, við erum að glíma verðbólguna, þannig við ætlum að taka af ykkur svona 30-40 milljarða, en það væri það siðmennta og eðlilega að gera. Svo voru aðrar leiðilegar og ljóta fréttir frá meðferðarheimili Laugalandi í Eyjafirði að yfirgnæfandi meirihluti vistbarna þar hefur greint frá andlegu ofbeldi og 23 börn segast að hafa upplifað líkamlegt ofbeldi eða orðið vitnaði. Þannig að fólk er að segja að eftirlit skylda barnaverndar yfirvalda hafi brugðist.
Það var áhugavert, ég talaði við Hörð Svavarsson, leikskólastjóra hérna í gær, vorum að tala um leikskólamálin og hann var að segja að kannski, að því að við varum að vísa í svona skýrslur, þá var þessi ekki komin, en svona við erum alltaf að gera fortíðina. Kannski verður mun framtíðin gera upp okkar fortíð, vegna þess að hann var að segja að það verður búið að þrengja svo að börnum inn í leikskólanum, að þetta væri eiginlega bara orðið hættulegt Já. Það því að við erum því að hann nefndi það, við alltaf þessi skýrsla koma fram og þá var alltaf sagt við skulum læra þessu, en það er spurningin, hvað erum við eiginlega að læra þessu? Og að mistökin endurtakast alltaf og við erum komið svolítið nálægt okkur í tíma í þessu dæmi, þetta er bara komið fram yfir aldamót seinustu árin sem við verðum að rannsaka þetta ekki 2007 Já, ég er ekki alveg með það hreinu en þetta er að færast nær þetta er eitthvað sem er kannski ennþá að gerast líka á sumum stöðum og mun koma í ljós seinna Akkurat, en í fréttum þetta helst Herðu, þá skulum við snúa okkur bara að okri Gerum það Hérna, ég fer stundum að leita svona verði hér og þar til þess að fræða þau það Nú tók ég bara svona einfaldasta sem til í heiminum, það er brauð og sá það á heimkaupum að þá er svona stórt millu heimilisbrauð held þetta heiti, hvítt kostar 589 og ég fór svona í nokkur lönd, kostar 339 í Svíþjóð 194 í Bretlandi 180 í Hollandi og maður verður bara svona hapur að þess að því að ég fór, þú veist maður finnur eiginlega hvergi neitt land það sem okrað eins mikið á neytendum eins og Íslandi þannig að ég stilti þessu upp svona segjum að þessi brauði sem Hollendingur kaupir á 180 krónur þá er það dýrara í Bretlandi þannig að þetta eru 24 sneiðar sem Hollendingur fær Bretinn fer heim með 21 sneið Svíinn fær 13 sneiðar með sér heim en Íslendingurinn kaupir þetta sama brauð og Hollendingurinn, hann fær bara 7 sneiðar með sér heim Vá, já Þetta er samt ekki eins væsið og munurinn á mótorhjólatryggingum. Nei, það er eitt af því grófasta. Það er eitt í samtalinu kom fram að kannski munurinn 3-faldur, ekki 8-faldur eins og virtist vera á einhverju dæmi. Það leit út fyrir að vera alveg hátt upp í 10-fald eða eitthvað. En ég sé það á netinu að mótorhjólamennirnir eru mikið að ræða þetta, mikið að horfa á þetta og dreifa myndbandinu og tala hvað ég að gera í þessu því að þeir allir glátt að bjóða sér þetta. En við skulum tala fara núna í verstuðuna Ísland. Nei, það er ekki komið á honum, Óla. Það er hvað hann segir á eftir. Við bara slökkum á hljóðinu, þannig er alltaf að horfa á fótbolta. Kemur alltaf að vinna á þetta. Herðu, ég ætlaði að segja ykkur sögu hérna, að því að var verið að selja Vísi, Grindavík. Já. Og það var selt á 20 milljarða eitthvað. Og það hefur hækkað í verði vegna þess að hlutabréfin hafi verið að hækka sem er borgað fyrir. Og það er svo stutt síðan að þetta fyrirtæki var algjörlega gjaldþrota. Og það var neikvætt eigið fé eftir hrunið var 9,6 milljarðar á núvirði. Og síðan var þetta félag rekið með neikvætt eigið fé og náttúrulega afskrifað hjá þeim eins og var og svo var náttúrulega gríðarlegur hagnaður af útgerðinni eftir hrunið þegar krónan féll og ekki fiskverð helst mjög gott út í útlöndum. En málið sem er sérstakt með Vísi er að eins og margir útgerðarmenn fóru þeir í svona ævintýri fyrir hrun. Við þekkjum öll útrásina hjá Samherja en þeir fóru með hans til Kanada og keyptu þar félag sem ég man ekki alveg hvað heitir Ocean Choice og það má ekki, útlendingar megi ekki meira hluta í fyrirtækjum í Kanada. Þannig að þeir fengu 2 bræður, Martin og Blaine Sullivan, til þess að dekka sig, það eru þeir. Já. Síðan líður tíminn og þá, af því að þeir eru skráðir sem eigendur af félaginu, af því að Vísir má ekki vera skráður sem eigandi, þá stela þeir svo bara af Vísir. Þannig að þeir útkrimmaðir. Já, þannig að Vísir tapar alveg mörgum milljörðum til viðbótar. En það sem hefur gerst frá 2008
þegar þeir voru með mínus eigið fé upp á 9,6 milljarða og hefði náttúrulega, bankinn átti bara að taka af þau kvótann, þetta var veðsett í kvótanum, að núna síðustu áramót, að þá voru þau með jákvætt eigið fé upp á 7,8 milljarða, höfðu samt borga sér út milljarð á núvirði í arð. Þannig að hagur vísis á þessu tíma frá 2008 fram að síðustu áramótum hafi vænkast eigið fé hafi bæst 17,5 milljarð og svo bætist þannig að 18,5 milljarður sem að hagur eigandana hafiði batnað á þessu tíma, sem ótrúleg gullmaskína sem að þetta fyrirtæki verið þörrar. Algjör. Þegar sérstaklega þeir einhverju afskrifa hjá þau skuldirnar mjög þægilegt sko. Þannig ég var að velta fyrir mér hvort að við getum spurt hann Óla að því hvaða merking í þessari sögu þetta, hvernig eigið fé vísis fer út í því að vera í stórkostlugu mínus upp á 9,6 milljarða og skýst upp í 17,5. Já, þetta saga hrunsins. Þetta var svona, sko, þeir notuðu sér hrunið út í æsar. Stóru kvótaskuldirnar sem tóka út á veði í kvótanum og notuðu peningana í allt annað heldur en í útgerð. Eitthvað fór jú í kvóta en núna hrynur krónan og þeir eru með 650 milljarða skuldir á bakinu. Höfðu aukist 500 milljarða skuldir þeirra frá setningu kvótans fram að þessum tíma. En eins og þú nefndir áðan, þá hrynur krónan og þeir fá, í stæði fyrir að fá 90 krónur fyrir evruna, þá er 160 krónur fyrir evruna. Þeir létu lækka fiskvinnslufólk í launum, bara eins og hina. Þeir gátu ekki nota þennan mikla hagnað sinn til þess að borga þeim í launum og svo þetta með 30% tekið af sjómönnum, kenndur hruninu það líka, en allt á eina bókina, þeir bjuggu til algjöra óðagróða, óáunnin óðagróða og til þess að losna við þessar skuldir. En áður þeir borguðu skuldina þá gerðu þeir smá millileikreindar. Það var að þeir sendu bankastjórana inn í ríkisstjórn Jóhönnu sem var að þá að berjast með fyrningu kvótans og þeir voru látnir hóta Jóhönnu að ef þú heldur áfram fyrninguleina þá fellum við þessa 600 milljarða. Svo komumst nú upp með það. En svo borgast þeir rætt upp náttúrulega þessar skuldir og núna bara þetta bara stóra peningarhjólið. Þetta svoleiðis algjört hneyksli í okkar þjóðfélagi þar sem fólk misti ofan af sér eignirnar á meðan útgerðin og vísir búin að ausa upp peningum, ausa þeim upp á meðan allir okkar innviðir svelta. Já, herðu, þetta skýrt Óli. Þá verður Óli búin að segja hvernig snýri þessu. Við spilum í gær 5 ára gamla ræðu eftir Katrínu hvernig hún talaði áður og fór í ríkisstjórn. Við skulum skoða hérna núna auglýsingu frá Framsókn áður og þau fór í ríkisstjórn. Það sem að segja, við ætlum ekki að hækka skatta vegna þess að nú verið að hækka skatta og verið að hækka gjöld og fleira og Sigurður Ingi meðal annars berst fyrir því að sitja aftur á gjöldtöku í Hvalfjarðargöngunum og víða land. Við skulum heyra hvað Framsókn sagði áður og fór í ríkisstjórn. Efnahagslífið með bara miklum ágætum á Íslandi og það akkúrat núna sem við tækifæri til þess að bæta verulega í grunnþjónustuna í heilbrigðis, menntamálum, samgöngum og löggæslunni og við þurfum ekki að hækka skatta. Það þarf ekki alltaf að hækka skatta. Getum ekki öll verið sammála það? Kjósum Lilju og Sigurð Inga til forystu XB. Sá allt í það
Já, Jón Magnús Kristjánsson læknir á bráðavaktinni. Hann komin hingað, velkomin. Jú, takk fyrir það. Ég fekk því að þú varst að skrifa grein á Ísi, þar sem varst að tala svona væntingar til fjárlagana, hvort það mætti lesa eitthvað út úr því, hvort það væri eitthvað von að það yrði tekið á vanda spítalans og ekki síst bráðavaktarinn þar sem þú læknir. Já, áhuginn minn skapast út frá bara því sem ég sé í mínum kvesti sem starfandi læknir á bráðamóttökunni. Og ég var tíma yfirlæknir og reyndi að breyta kerfinu og svo lesið úr þeirri stöðu án mikils árangurs. En hef fylgst með fjárlögum undanfarna ár til að reyna að átta mig á því hvaða skilaboð pólitíkin raun og veru að senda til okkar sem störfum á gólfinu. Og ég verð nú því miður að segja að ég sá ekki að það var verið að bæta í heilbrigðiskerfið í núverandi fjárlögum. Ég ángar aðeins að við svona bökkum eitt skref og aðeins veltum fyrir okkur hvernig við fjármögnum svona í heilbrigðiskerfið okkar. Í fyrra þá var áætlað að heildarvergar þjóðartekjur væri cirka 3.500 milljarðar. Það ansi mikil peningar en svona 8,5% af því er veitt í heilbrigðisþjónustunum. Mikli peningar aftur. Það svolítið nátt frá því sem var ekki 10% sem að... Jú, við vorum talið, Kári gerir könnunum 11% hér á 11% og 86.000 landsmanna skrifuðu undir það. Já, og löndin í kringum okkur ekki öll að komin einhvers staðar 10-11%, þannig ef við miðum við 10,5%, svona einhvers staðar tímili var líka til þess að sé bara auðvelt að reikna, þá það að bæta við 2% af vergri landsframleiðslu í heilbrigðisþjónustu, það eru 70 milljarðar. Það eru 70 milljarðar á hverju einasta ári sem vantar í kerfi hjá okkur. Og rekstur Landspítalans, það eru cirka 84,5 milljarðar. Þannig við sjáum það að þetta fyrir hátt með það að vera heill annar Landspítali sem vantar í kerfið. Og má ég að spyrja því að nú segja andmælendur eitthvað svona, já, við erum yngri þjóð og þjóðirnar sem við erum að bera okkur saman við þær eru eldri með meiri umönnunar þyngd í kerfinu og öðru slíku. Hvað sér slík? Að við eigum ekki að vera á pari við Norðurlöndin? Það er rétt upp að ákveðnu marki. Það sem hins vegar við ástæðan fyrir því að ég held að við þurfum samt sem áður að vera í þeirri tölu það að við erum komin í töluverða innviða skuld. Það var töluverð lækkun eftir bankahrunið í útgjöldum til heilbrigðiskerfisins og við höfum leið undir tíma og við höfum bara ekki ræktað innviðina í heilbrigðiskerfin okkar. Með þeim afleiðingum í dag erum við bara hreinlega í skuld. Það eru yfir 400 einstaklingar sem að bíða eftir að fá plássu á hjúkrunarheimili í dag. Og við höfum ekki hjúkrunarheimili fyrir þau, við höfum ekki starfsfólk til þess að vinna á þeim hjúkrunarheimilum heldur. Höfum við skorið á mikið niður, legurými og rými á bráðadeildum og öðru slíku? Ég held að við höfum farið kannski óþarlega gest í það að skera niður sjúkrarými, en hins vegar þær tölu alltaf mjög erfiðar vegna þess að það sem við í dag eða fyrir 20 árin síðan kölluðum sjúkrarými myndum við ekki kalla í dag, heldur hjúkrunarrými eða endurhæfingarrými. Þannig það er alltaf verið að breyta skilgreiningar sem gerir ennþá flóknara. Það sem heildarmyndin svo að það vantar kringum 500 sólarhrings umönnunarpláss í kerfinu. Alveg sama hvaða orði eða hvaða nafni þeir nefnast og það var bara eftir að aukast. Og það vantar þá þessa innspýtingu í kerfið til þess að ná því, til þess að ná að laga það. Nú á hverjum tíma milli 80 og 100 einstaklingar sem eru ekki bara með færniskerðingu sem gerir það að þeir geta ekki verið heima heldur en hafa verið að nógu lengi til þess að fá svolítið kallað heilsu og færni og heilsumat sem þýðir það að það eiginlega útséð með það að þeir geti verið heima. Ef að slíkir einstaklingar myndi fá betri þjónustu á hjúkrunarheimili sem klárlega betra fyrir þessa einstaklinga að vera á hjúkrunarheimili heldur en á Landspítalanum, þá myndum við spara 2 milljarða á ári í rekstri spítalans með því að bætum þjónustuna fyrir þessa einstaklinga með því að leyfa þeim að vera hjúkrunarheimili í staðan fyrir að vera á Landspítalanum og á sama tíma erum við að spara 2 milljarða á ári. En það er fjárfestingu, það þarf fjárfestingu til þess að komast þangað. Það er sú skuld sem við erum aldrei að greiða upp.
og innan milli verið að velta því fyrir sér hvort að nýjir stjórnendur komi og geti breytt hlutunum og setja og svo framvegis og nýtt rekstrarform eða hvernig það en auðvitað alltaf hægt að bæta kerfið, auðvitað alltaf hægt að hagræða með eitthvað hluta en við erum kannski að ná þar inn hámarks upphæðirnar eru þarna 1-2 milljarða eins og við erum að tala með þessa hjúkrunarheimilin en við setjum það aftur í samhengi við það vantar 70 milljarða inn í kerfið á hverju einasta ári þá erum við að horfa alltaf á litlu peningana í staðinn fyrir að viðurkenna að við erum hreinlega bara yfir lengri tíma búin að vanfjármagna heilbrigðiskerfið. Hvernig birtist það til dæmis í þinni vinnu og þinni þjónustu við sjúklinga að þessi vanfjármagna? Það sem og ástæðan fyrir því að bráðamóttökun svona mikið í fréttum það að þetta eina af þeim fáu þjónustum sem alltaf opin. Og það opin í annan endan, það að segja að fólk alltaf velkomið að koma bráðamóttökun og á að leita þangað ef það þarf á því að halda og telur sig að þurfa á því að halda. En þegar þú hefur síðan lokað þínu þjónustu þar og þarf að leggjast inn á spítalann, þá ekki pláss fyrir á spítalann. Og svo spyrir maður sig, af hverju ekki pláss á spítalanum? Það annars vegar vegna þess að það skortur á heilbrigðisstarfsfólki og sérstaklega umönnunar stéttum. Þannig það lokuð pláss á hverjum tíma á Landspítalanum. Það vantar ekki rúmin að vanta fólkið. Það vantar ekki rúmin að vanta fólkið. Og af hverju vantar fólkið? Já, það vantar fólkið meðal annars vegna þess að við höfum bara sofið að verðinu. Við höfum ekki menntað nógu marga. Það vantar líka ekki vegna þess að álægi svo mikið að fólk bara gefst upp á að vinna þetta. Það önnur ástæða fyrir því og það náttúrulega vítahringur eftir því sem fleiri hætta. Þeim meiri álag verið á það sem eftir og þeim fleiri af þeim hætta. Og svo líka þessi tilfinning að sem að sérstaklega hjúkrunarfræðingar hafa lent í þegar sett lög á kjarabaráttu þeirra í tvígang. En fólk til í að fara út í COVID og klappa fyrir þeim en þegar kemur að því að skila sér í launaumslagið ákveðin vanvirðing sem að þau upplifa frá samninganefndinni í fjármálaráðuneytinu. Maður heyri það, já. Og svo tilfinning klárlega sterkust hjá mínum kollegum í hjúkrunarstétt. En hvernig verður þú var við það í þínu starfi? Þennan að það vantar þessar 70 milljarða. Ég veit að það ekki allt ferðið inn í bráðavækina. En hvernig birtist það í... Það birtist í þessu og það eru margir einstaklingar á hverjum tíma sem að þurftu að komast inn á legudeild en komast ekki ánga. Og það þýðir það að... Hvar eru þeir? Bara fastir í Þeir eru bara fastir á bráðamóttökunni. Það sem sé tekur að meðaltali núna... Og meðan getur þú ekki tekið á móti fólkinu sem að koma? Akkurat. Það eru 39 rúm á þeim hluta bráðamóttökuna sem teka á móti alvarlegustu veikindunum og slysonum og á hverjum tíma akkurat núna hefur spítalinn tekið ákvörðun að lækka hámarksfjölda innlæra niður í 20. Það lækkunin úr því sem áður var í 30-35. Þannig við vorum með 39 pláss. Þar lágu gjarnan 35 einstaklingar sem voru bíða eftir að komast inn. Og meðaltíminn sem fólk beið þegar að komast inn var tæplega sólarhringur, eða rúmlega 20 klukkutímar. Þannig það ekki pláss eftir til þess að sinna 9 einstaklingum. Og hvað gerist þegar þessu fækkað úr 30 eitthvað niður í 20? Hvað verður fólki þarna? Það sem var ákveðið var að gera var að það myndi þá legudeildina myndi bæta við sig álagi í staðinn. Það myndi vera jafnað meira álagið yfir allan spítalann. Þannig þessi ákvörðun náttúrulega leiðir til aukins álags á öðrum deildum. Það alveg klárt. Og bætir ykkar stöðu? Bætir stöðun á bráðamóttökunni. Launverulega lausnin liggur í því að hafa nægilega mikið af úrræðum fyrir fólk með ferningskerðingu. Og það ekki bara aldraðir, heldur líka yngri einstaklingar sem að þurfa aðstoð, þurfa endurhæfingu, þurfa sólarhrings aðstoð einhverju hluta vegna. Þannig þeir þurfi ekki að vera inn á Landspítalanum. Það ekki þannig að mínum að Landspítalinn í sjálfu sér sé alltaf lítill. Ég held að við séum alveg með nokkurn veginn réttan fjölda rúma á Landspítalanum. En það hefur hins vegar ekki verið byggð upp þjónusta fyrir einstaklingar sem þurfa ekki lengur sjúkrahúsþjónustu en þurfa umönnun. Sem þurfa aðstoð allan sólarhringina, þurfa endurhæfingu eða hvað það er. Nú hættu margir hjúkrunarfræðingar daginn bara. 14 eða ekki einu bretti. Hvað árið hefur það á teymið? Teymið náttúrulega að minnka og það gríðarleg áskorun fyrir Landspítalann reka bráðamóttökuna þegar vantar kannski alltaf þriðjung hjúkrunarfræðinga á þessari leiningu þar sem álagið fyrir svona mikið.
Þannig að Hvað gerist þá? þá eykst álagið ennþá meira á þeim sem Þá þurfa hinn bara að hlaupa hraðar. Það þurfa hinn að hlaupa hraðar. Það þurfa þá sem leita á bráðamóttökuna mögulega að bíða lengur. Og auðvitað þegar álagið orðið svona mikið og bíðin orðið svona mikið, og það hefur stöðugt áhyggjur af sem heilbrigðisstarfsfólk að það verði einhver mistök, eða við missum af ykkur sem skiptir máli. Nú búið að vera að ræða þetta í mörg ár. Við nefndum hann að undirskriftasöfnun hans Kára sem var fyrir einhverju kosningar, ég man ekki hvort það 2016 eða eitthvað. Allir flokkar sammála þetta, það var í stóra málið. Samt einhvern veginn ekkert að breytast. Ef eitthvað að breytast þá eitthvað að versna. Hvað veldur því, hvað finnst þér? Hvað að samfélagi sem allir eru sammála að þetta sé stærsta vandamálið, þetta sé áríðandi, mikilvægt, en samt ekkert gert? Ég held að við séum miklir einstaklingshyggjumenn á Íslandi svona upp til hópa, þannig að við sakna svona meiri samkenndar og samhyggju í þjóðfélaginu, þar sem að við gerum okkur grein fyrir því að þetta besta fjárfestingin sem við getum gert í Íslandi og framtíðinni það að hafa öflugt og sterkt heilbrigðiskerfi, öflugt og sterkt skólakerfi, vegna þess að það á því sem framtíðin okkar byggir. Það svo mikill bæði þjáning en líka kostnaður í því að veita ekki nægilega góða heilbrigðisþjónustu, vegna þess að þá verða sjúkdómarnir verri. Fólk dettur út af vinnumarkaði, fólk deyr aldur fram og það meiri umönnun þegar á hólminn komin. Þannig þetta ákveðin skammsýni, en á sama tíma þetta náttúrulega líka alveg ofboðslega dýrt. Ég meina það fara mörg 100 milljarðar nú þegar í heilbrigðiskerfi og það bara erfitt að segja það að það bara ekki nóg. Og það þarf bara að bæta við kannski 100 milljarða eða 70 milljarða. Ég held að ef þú myndir spyrja almenning að þessu, þá myndi almenning bara segja, já, ég gerum okkur grein fyrir því, það þarf bara að gera það. Fólk hefur verið spurt þessar spurningar. Það svarar já. Það svarar á þann hátt, já. En okkur gera stjórnvöld það þá ekki? Já, það get ég ekki svarað. En þið sem eruð að vekja athygli á þessu, þið eru svolítið eins og drengurinn í sögunni, Úlfur. Já. Svo endanum þá kemur hann og étur ykkur. Okkur líður þannig. En svo að sé ekki hlusta á okkur og kannski eru þið með svona áhyggjur af því að það sem þið eru að segja, sé hægt að heyrast, að fólk sé bara komið þolga hvert þessu. Það við höfum náttúrulega gríðarlega áhyggjur af því og ég var einmitt að hlusta á gamalt viðtal við sjálf á mig fyrir 7 árum síðan, það sem ég var að segja nákvæmlega þetta sama. Og það svona sumir missa móðinn og gefast bara upp og fara bara í annað og það hluti af því af hverju fólk fer að hætta í heilbrigðiskerfinu. Sumir fara bara hreinlega í kulnun því að þeir bara sjá enga leið út. En við höfum náttúrulega, annars vegar höfum við mikla áhyggjur af því að fólk sé hætt að hlusta, fólk sé hætt að heyra. En við höfum líka ekki síður áhyggjur af því að við búum til óöryggi hjá þeim sem þurfa á þjónustuna að halda. Að fólk að því við höfum heyrt að því að fólk vegri sér við að leita á bráðamóttökunni vegna þess að vill ekki vera fyrir og það vill ekki bara valda meira álagi þar. Og það alveg gríðarlega vont vegna þess að það klettföst trú allra okkar sem vinnur þar að við erum þarna til þess að þjónusta fólk. Ef þú sleppur inn. Það líka, það bara að vita í samfélaginu að ef ég þarf að fara á bráðavaktina að þá gæti ég þurft að bíða þar bara klukkutími saman. Þannig að fólk þarf að vera raunverulega bara mjög veikt eða illa slasað til þess að leggja það á sig. Vinur minn var á bráðadeildinum daginn og ég hringdi í hann og spurði hvort ég ætti að færa honum mat, því að hann var búin að bíða þarna einhverja 8 klukkutíma. Það við höfum, nú landlæknir að fylgjast ansi vel með þessu því að það nú eitt sem hefur breyst, að það meira eftirlit með það nákvæmlega hvernig þetta að þróast. Og það sem að landlæknir sér það að þeir sem eru þó veikastir og þurfa að fá tafarlausa þjónustu, þau eru ennþá að fá tafarlausa þjónustu. Það ekki þannig að við viljum Enda þau sem að þurfa að tafarlausa þjónustu, þau mæta líklega. Það ekki spurningum alla hina sem að... En við viljum sem á sama tíma vekja athygli á því að við erum á vondum stað og við erum miklar áhyggjur af því sem að fara á verri stað, en á sama tíma viljum við ekki að fólk leiti ekki þjónustuna sem að þarf á að halda. Þannig að því að þú varst yfirlæknir og ert læknir núna,
út af svona ástandinu og álæginu og þessum hvað þrengt að spítalanum. Getur þú sagt mér svona hverju munur á þessu? Er erfitt að vera yfirmaður þar sem að þú raunverulega getur ekki veitt þjónustuna sem ætlast til að þér? Eða er það betra fyrir það að vera bara á gólfinu með hinum? Það er erfitt að vera yfirlæknir eða deildastjóri á nokkuri deild Landspítalans í þessu kerfi sem er núna. Vegna þess að það er ekki þannig að allir yfirmenn vita alveg hvaða þjónustu þeir mundu vilja veita. Og það að geta ekki veitt þá þjónustu er bara eitthvað sem að þú tekur með þér heim á hverjum degi eftir þegar vinnudegi líkur og það bara nagar þig, það gerir það. Virkar það þannig að þú ert eins og framlegging úr fjármálaráðuneytinu og þú ert að segja nei við hinalæknana og nei við hjúkrunarfræðingana eitthvað sem er sjálfsagðar kröfur, að þú verður einhvern veginn andlit. Að sumu leyti, já, og þar held ég að sé svolítið misjafnt, heyrist mér að sé svolítið misjafnt eftir því hvernig sambandið er milli deildarstjóra, yfirlæknis og sinna starfsmanna. Almennt heyri ég ekki að það sé þar sem átakalínan liggur milli starfsmanna og yfirlækni deildarstjóra. Heldur að það teymi upplifir sig sem meira sem eina heild. En auðvitað er það þannig að það er ekki hægt að segja já við öllu í þeirri stöðu. Nei. Heldur að verði breyting á fjárlögunum, þannig að það fari meira til heilbrigðismála? Nú eru 3 mánuðir þá þetta verður samþykkt. Ég er að vona það og þess vegna er ég að vekja athygli á þessu. Ég er að vekja athygli á því að Þú erum 70 milljarða. Já, ég fæ það. Ekki 3 eða 4 eins og líklegt að vera hendi í. Ég fæ ekki 70 milljarða, það gerum alveg grein fyrir því. En það sem ég er að vekja athygli á, það er svipað eins og ég heyrði að þið voru að ræða hérna áðan. Ég meina, þegar við erum með 9,9% verðbólgu, hverju skilar það þá að bæta við 3,7% í heilbrigðismál? Hvar endum við þá? Það sem er kannski 60-70% eru launakostnaður, það sem að fólki þarf að fá bætur fyrir verðbólguna. Og þá eftir að fara í kjarasamninga í vetur og þá eftir að semja við sérgreinalækna og sálfræðinga og sjúkraþjálfara og svo framvegis sem að við vitum að gera. Það er ekki gert fráð fyrir neinum kostnaðauka í tengslum við það. Þannig að maður hefur áhyggjur af þeirri stöðu. Landspítalinn, forstjóri Landspítalans var að segja í dag að nýja fjárlögin voru með í raun og veru jafnvægi miðað við rekstur spítalans eins og hann er í dag, eins og hann orðaði það. Já, það þýðir það að við getum högt áfram eins og við höfum verið að gera. Og þau lýsir sem óbærilegu ástandi. Það þýðir það, en hann segir það líka, allar aðgerðir til að bæta kjör þarf fjármagna sérstaklega. Og ef það er ekki rými fyrir það í fjárlögum, já þá þýðir það að það verði ekki gert. Þannig það er ástæðan fyrir því. Það er þess vegna sem við erum að vekja athygli á þessu. Herðu, gangið vel með það. Vonandi náum við ykkur breytingum. Við ættum að hugsa stórt og byggja upp gott heilbrigðiskerfi. Hérna á eftir ætla ég að ræða við Barböru Safka sem er verkakona í Reykjavík. Herðu.
Barbara Saka, hún komin hingað. Já. Þú ert velkomin. Þú ert að fara næturvakt, hvað er þetta að vinna? Í Kópavogsbæ. Á Kópavogsbæ? Búin að vera það lengi? Vinnur alltaf á nóttinni? Já, ég búin að vera að vinna náttúrulega á næturvaktum 15 ár. 15 ár? Já. Já. Er það ekki slítandi og erfitt að vera næturvaktum? Ég veit að þetta er erfitt. Já. En... Meiri peningur? Nei, alls ekki. Nei. Ég velja þetta þegar maður mín dó. Það var erfitt fyrir mig að vera á nóttinni heima, þess vegna ég er búin að velja. En þetta er bara, þetta er saga, ég vil ekki tala þetta. Við skulum tala eitthvað annan mál. Herðu, við ætlum að tala kjarasamningana. Nákvæmlega. Já. Hvað, ef þú fengir ráða, hvaða kröfur ætti Efling að gera? Ég myndi, ég er alveg sammála að Stefáni Ólafssyni. Við þurfum að semja fyrir láglauna fólk launahækkun eða bara skattalækkun, svo getur fólki að nota sína peninga svo vinna fyrir í lífinu. Ekki bara að borga reikningana og svo eftir mánaðamót er bara búin. Peninga er ekki neitt eftir. Eiga fyrir húsnæði og mat og fötum og eitthvað til þess að geta lifa góðu lífi. Eins og ég segja alltaf, við vinnum ekki bara fyrir vinna. Við vinnum fyrir peninga til að lifa. Þess vegna við þurfum að hafa réttan laun svo getum lifa lífinu eftir vinnu. Við erum ekki þræl. Nei. Það er málið. Nei. Má ég spyrja að þú segir þrælar, finnst þér komið fram við verkafólk og kannski sérstaklega fólk að verðlendu uppruna sem þrælar? Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja bara oft er að misnota erlendis fólk í vinnunni. Að bæta meira vinnu fyrir minni laun. Hvernig þá? Þetta er mín skoðun. Já, hvernig þá? Til dæmis í samningu, ef þú vinnur, það er samning náttúrulega, hvað þú á að gera í vinnunni, en það er alltaf að bæta eitthvað meira á þig. Gerðu þetta, gerðu hitt, svona meira verkefni í vinnunni. Svo þú fær ekki neina krónu í viðbót. Þá ég er ósammála í þessu. Ef ég á meira vinna, að bæta á mig meira verkefni í vinnunni, ég vil fá líka að peninga fyrir þessu. Ef forstjóri gera eitthvað hluti meira yfir, hann fær peninga, ekki starfsfólk. En ef við verum að vinna saman, og þú ert frá Póllandi og ég er frá Íslandi, og verkstjórin væri að reyna að láta okkur vinna meira, myndi að fara til þín, af því að þú ert frá Póllandi, að reyna að fá þig til að vinna meira? Ég held það. Heldur það? Þetta er mín upplifun, að því ég er búin að vera að vinna í 25 Þú ert sérfræðingur hérna á Íslandi. Þá ég er búin að sjá ýmislegt, observera og ýmislegt í vinnunni. Það er bara oftar að reyna að misnota erlendis fólk að því þeir vil ekki segja nei. Af hverju vil ekki segja nei? Kannski er hrætt að missa vinnu eða skiluru. Og svo alltaf að segja, já, þú er dugleg í vinnu, gerðu þetta. Reyna að koma yfir manni, skiluru. Reyna að koma meira. Þetta er mín skoðun. Já. Heldur að sé þá að þeir sem eru að stýra vinnunni líti á erlenda vinnu fólki svona sem ekki einfaldara? Alltaf, ég get ekki segja 100%. Þú er sérfræðingur búin að vera 25 ára á íslensku vinnumarkaði. Ég get segja frá mínum horni, skilurðu. Ég get segja frá mér hvernig var mín upplifun þegar ég byrja. Ég er búin að vera að vinna á Landspítali svolítið lengi, á Landakotsspítali mjög lengi. Það er mjög erfitt vinna og eins og var að tala áður, heilbrigðisþjónusta er alveg bara á gólfinu. Það er bara alltaf að tala, svo breyta og gera eitthvað. Ég myndi segja að þessi síðastu 15 ár, það gerast ekki neitt. Ekkert. Það er bara vesna og vesna. Það er bara að misnota starfsfólki í vinnunni endalaust. Við erum að vinna vaktatíma. Þetta er mjög erfitt vinna. Enginn skilur þetta nema að vera bara að fara sjálfur og gera þetta hlutverk á spítalanum.
Það kemur eiginlega hverju ári að þá lagt á Landspítalann að spara 3% sem kallað bara aðhald og því að þetta opinber rekstur og það svo mikil sóun, þannig að nú viljum við fá 3% og ert að segja að það þýðir bara meira álag á starfsfólkið og sérstaklega þau sem eru læknum. Nákvæmlega. Það mikið álag á mín skoðun. Það engin hugsa okkar heilsu. Þeir með bara alveg nákvæmlega sama. Þú verður bara að mæta vinna, verður bara 8 tíma hlaupandi út og svoður, bara vinna endalaust og enginn að segja þér takka fyrir lága laun. Þetta ekki háa laun. Svo hjá sem sagt á Landspítali hjá umönnun, fólk sem vinnur hjá umönnun. Þetta ekki svona peninga svo þú getur fara til dæmis tvisvar ári til erlendis nota peninga til að vera í sumarfrí. Það ekki hægt. Þannig þú þarf að spara til dæmis 2 eða 3 ár eða ég einstæð að því ég ekki ég búin að vera í 20 ár meira. Ég þurfti vinna 2 stöðum með yfirvinnu til að geta bjarga mig sjálf og hjálpa börnunum mínum mennta sér. Við 2 vinnum? 2 vinnum með aukavinnu. En þetta ekki raunveruleikin hjá þeim sem eru á lægstu laununum að annarkot svelturu eða þú vinnur meira og fórnar félagslífinu eða svefninum eða heilsunni? Nákvæmlega. Það heilsa mín bara ekki alveg búin en næstunni. Þess vegna ég hætti fyrir 3 árum, ég hætti í eina vinnu, ég bara í eina vinnu núna. En það duga ekki fyrir mína reikninga. Verðbólga fór bara upp í loft. Ég veit ekki hvað gerast. Það bara endalaust fer bara upp meira. Finnur það þegar þú ferð út í búð að versla að það alltaf dýrara og dýrara? Ég finna því að því ég með húsnæðislán og ég með bílalán, ég borga mánarlega 80.000 krónur meira út af verðbólgu. 80.000 krónur meira. Mér finnst þetta fáralegt. Fyrir einstakling eins og ég, fyrir eina manneski, ég með bara 2 hendur. Bara meira sem þú borgar fyrir húsnæðið og bílinn? Já, bílalán og húsnæðislán. Og ég með óverðlán. Óverðrið? Já. Og þá fór bara alveg upp í loft. Ok, kröfunar að fá að geta lifað sómasamlegu lífi og eiga eitthvað afgangs til þess að... Já, ég eiga ekki neitt, trúðu mér. Þegar ég fær útborga, ég á ekki neitt eftir. Ég verð bara, ég var ákveða að tala við yfirmanni, svo ég verð bara skrifa á listanum hvað ég vil að borða svo verður að kaupa handa mér matur að því ég á ekki efni einu sinni til að kaupa. Ef ég fór að byrja launahækkun, nei, það tvímiður, það var ekki í boði einu sinni, að því ég búin að fara að vinna fyrir Kópavogsbær 12 ár, síðast 12 ár. Ég fikk 9 krónur launahækkun frá vinnuveitanda. Ég búin að skrifa oft svona bref. Og það alltaf á sama textana bara? Já, ég búin að senda e-mailið og ég fikk aldrei, ég fikk svar bara frá forstjóra mínum, en ég fikk ekki svar frá Kópavogsbær í skrifstofu út af launahækkun. Og það var sagt mér, svo ég með háa laun. Heldur háa laun 460.000 krónur útborga á mánuð, þetta háa laun. Það vinna nóttinni. Þetta bara, ég myndi segja, ég vil segja ekki fallegt orð, en mér finnst þetta bara fáralegt að hafa svona laun eftir 25 ár starfi í svona vinnu. Þannig að kröfunar þínar og eflingar eru það bara að fá að Veistu hvað? Já. Ég myndi lækka skattur. Fólki svo vinnur, við þurfum ekki, eins og ég sagði, við þurfum ekki persónalafsláttur, við þurfum ekki húsnæðistyrk eða slíkt. Við vinnum fyrir peninga og við verðum að fá okkar peninga í vasa. Borga minna skatt og við þurfum ekki neitt að því ríkið gefur ekki neitt okkur. Þetta okkar vinna, okkar peninga. Hvað meina ríkið gefur ykkur ekki? Að því ríkið á ekki neitt. Skattapeninga fer í ríkið.
Ríkið hefur ekki neitt, nema við vinnum fyrirtæki og fólki sem vinnur og borgar skatt, þetta fjármagn sem fer í skattakerfi. Þá ríkið gefur okkur ekki neitt, af því ríkið ekki neitt, eiga ekki neitt. En þú borgar skatta? Já, og þú líka og allir. Já, en þú ert að lýsa því þannig að þú eigir bara í erfiðleikum með að eiga bara fyrir mat út mánuðinn. Já, ég segi bara sannleikur. En samt er þetta að borga skatta. Að þú ert eiginlega það sem maður myndi heita working poor. Ég myndi hætta að borga skatt. Ég er búin að, ef ég myndi velja, þá ég myndi borga til dæmis 19 eða 20 meira, ekki meira, 20% skatt, ekki meira. Sem sagt fólki sem með lága laun, af hverju borga næstunni 30 eða 40% skatt? Ég veit ekki, fyrir 30 árum að þá var fólk í þinni stöðu, þá borgaði engan skatt. Nei, nákvæmlega, en ekki núna, ekki lengur. En þú vilt lækka skattana, hækka launin, en eina ástæða fyrir að ég fekk þig hingað, er að það voru, þú tókst eftir því að vera umræður íslensku kennslu, hvað fannst þér þá umræðu? Já, veistu hvað, ég var að skrifa komment að því að ég var svolítið reið að því alltaf ekki að koma mál, það alltaf að hella á formanni Eflingu. Hún ræður ekki. Fólki, ef við læra íslensku, þá getur ekki þetta sjálf. Fyrir 20 árum, það var ekki tækifæri svona eins og núna. Þú getur vera heima í tölvunni að fara í læra bara sjálfur, eins og ég gerði. Ég læri bara sjálf, ég fór ekki í skóla, ég fór ekki neina námskeið, ég var ekki misnota vinnutíma til að læra íslensku. Ég gerði þetta sjálf fyrir sjálfa mig, að því ég vildi bjarga mig sjálf. Og það var ekki tulkun einu sinni fyrir 20 ára þá. Núna allir vilja að fá tulkun, ef við fara til læknis. Það framför, Barbara, það framför. Viltu ekki framför? Veistu hvað? Þetta var í tímabili, ég myndi segja eitthvað 2012, 13, 14, svona eftir hrun. Það var koma fleiri útlendingar til Íslands og verkalýðsfélagið vildi hjálpa þeim að koma vinnumarkaður og hjálpa þeim að þjá sig íslensku eða ensku. Og það var svona, mér finnst, og svo eftir að fólki berjast alltaf mikið fyrir svona réttindi, ég myndi segja réttindi. Hvað kalla réttindi? Ef þú búin að velja að búa á þessu landi, þú verður bara ákveða sjálfur að læra tungumál til að búa hérna. Þetta mín skoðun. Eflinga í fyrst og fremst bara að hækka launin, lækka skattana og svo getur þið ákveðið hvað þið gerir við peningin. Ég vil bara ráða sjálf hvað ég gera með mína peninga. Og líka ef ég fer eftir laun, ég get ekki lífa fyrir 250.000 krónur á mánuð sem fá útborga eftir laun. Takk fyrir. Hvernig getur hægt að lífa fyrir svona peninga? En myndi fjármálaráðherra getur lífa fyrir 250.000 krónur á mánaðarlega? Ég held ekki. Nei. Og flestir í ríkinu. Finnst þér illa komið fram við fólk á Íslandi? Mér finnst það. Sérstaklega fyrir eldri fólk, sem á eftirlaunum, sérstaklega fyrir orgja. Láglauna fólk, eins og þig? Láglauna fólk, nákvæmlega. Og mér finnst, ég er búin að observa svolítið þessu lífeyrissjóður og eftirlaun. Það var ekki neina hækkun í undanfarna ár hjá lífeyrisþegar og öryrki. Það var ekki neitt bæting. Núna var bara verðbólga fór upp í loft. Fólki fær sama peninga fyrir 10-20 árum útborga. Hvernig þetta hægt að lífa svona? Já, nú verða átök á vinnumarkaði. Og líka eitt mál, mér langar að segja, eitt mál. En það nóga peningum ef ríkisstjórn, þetta var strax eftir áramót, að fékk launahækkun 400.000 krónur, allir þingmenn og flestir. Það nóga peninga fyrir þeim, en þetta, við verðum að muna það, þetta okkar peninga, skattapeninga fer í þeirra vasa. Nú samninga framundan og kannski verkföll og átök. Ert þú til í verkföll? Ég er alveg til.
Eins og ég búin að segja, við verðum gera eitthvað, ekki bara tala og gera ekki neitt, endalaust tala og gera ekki neitt. Þá gerast ekki neitt, þá verður ekki neina breytingar. Ef við verðum að standa saman og fara að segja, stopp hinga ekki lengra, þá við getum gera góða hlut og fá eitthvað árangur til að berjast fyrir sjálfum, fyrir okkur, fyrir þig, fyrir mig, fyrir lágalauna fólk. Annars við getum ekki gera neitt. Nema bara endalaust tala. Nei. Við skulum ekki tala lengur, þá höfum við og berjumst, þannig að gangi ykkur vel í kærabaráttunni í Eflingu. Takk fyrir. Herðu, hérna eftir að þá kemur Guðmundur Hrafn Arngrímsson og við ætlum að tala um leigubremsu og leiguþak. Já, eina af fréttum dagsins var könnun sem að Samtök leigjenda gerðu, Maskína gerði fyrir Samtök leigjenda, afstöðu almennings til leigubremsu og leiguþaks. Og þá kemur í ljós að mikill meirihluti almennings fylgjandi því að hér verið sett á leigubremsa og leiguþak. Og hingað komin til að ræða þetta Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Samtaka leigjenda. Velkomin. Takk fyrir. Hvað má ég byrja á því að fletta upp í þig bara, hvað leigubremsa? Leigubremsa svona eins og hugtakið víðast notað, þar sem eru sett ákveðin takmörk á að mánaðarlega eða árlega hækkun á leigu. Hvað má hækka mikið? Já, það svona til dæmis í Hollandi heimild til að hækka leigu samkvæmt verðbólgu og hámarki 2,5% til. Já, og þá semst búið að koma í veg fyrir það að leiga geti farið á eitthvað skrið. Það ekki í þessu hugtaki eiginlega leiguþak, ekkert viðmiðunarverð eins og við höfum verið að ræða mikið núna síðastliðin vetur, heldur einfaldlega bara að þegar að þú ert búin að samþykkja ákveðna húsaleigu, ákveðna uppáðu þinni húsaleigu, að þá séu þá skrifað í lögin að hvernig húsaleiga má hækka. Það eru þá ákveðin viðmið, annarkvort eins og bara með almenni verðlagsþróun, eða eitthvað hámark á ákveðna hækkun. Og við höfum verið að sjá til dæmis svona reglur eða lög verið að sett í nágrannalöndunum eins og í Danmörku núna nýlega. Bara nýlega í sumarið ekki? Já, þá settu þeir 4% leiguþak í 2 ár. Í 2 ár, sem í 7-8% verðbólgu. Já. Þannig þeir eru að lækka raunleiguna. Já, lækka raunleiguna, ekki með heilmingurinn af verðlagsþróun. Og þetta leigubremsa. Ok, hvað leiguþak? Leiguþak þegar við erum að setja ákveðin viðmiðunarverð sem að taka þá mið af stærð og staðsetningu og ástandi ákveðins húsnæðis eða leigueiningar og setjum viðmiðunarverð eins og til dæmis var gert í Katalóníu fyrir tæpum 2 árum síðan eða rétt 2 árum síðan, september 2020, að þá sett upp ákveðin reiknivél og þetta fyrirkomulag sem hefur verið notað víða heim undanfarin bara 60-70 ár og víða verið notað og víða í gangi, að þá búið að reikna út og svona ákveða bara hvað húsaleiga má vera há og þá þetta bara samið það að húsaleiga á ákveðnu svæði, ákveðnu stærð af húsnæði eða leigueiningu á ákveðnum stað og gæði og þess áttar og það teknar alls konar breytur inn í þetta. Það teknar breytur eins og verðlagsráð leigumarkaðarins sem ákveður það að 60 fermetra íbúð 2 herbergja í Vesturbænum sem smíðuð á þessu ári og í þokkalegu ástandi, hún má kosta þetta. Já, akkurat, og þetta náttúrulega bara gert svona í upphafi og svo fylgir þessi væntanlega svona einhvers konar sjálfvirk hækkun sem tekur þá væntanlega ef það byggt inn í þetta og það hefur verið gert, það sem sett inn í svona leiguþak þá það sem þetta fylgir verðlagsþróun. Ég veit að margir gagnrýnendur leiguþaks hafa einmitt horft til og bent á hvernig var farið að þessu í New York fyrir 50 árum síðan og þá voru upphæðirinn bara skrifaðar inn í reglunar og frosnar og breyttust ekkit
þrátt fyrir verðbólgu í Bandaríkjunum og þetta það sem að menn að nota og við heyrum þetta ítrekka og það var misnotað þannig að ég náði einu svona leigusamningi, leigði þér síðan á markaðsverði og gat lifað eiginlega á því að... Já, og þetta svona þessi svipa sem er mikið notað á þeim að tala fyrir leiguþak. Þetta víða heim, leigubremsur og leiguþak, en af hverju að Íslands stjórnvöld ekki vilja þetta? Þetta mjög sérkennilegt, sérstaklega í ljósi þess að forsætisráðherra hefur beinlínis talað fyrir þessu bara á haustmánuðum 2015, þá reyndar utan ríkisstjórnar, talaði fyrir því að setja leiguþak hér á íslenska leigumarkaði og mjög sérkennilegt líka. Það var líka að þau lofuðu í tengslum við lífskjarasamningana að setja á leigubremsu. Já, og það kom hérna frumvarp inn í samráðsgáttina fyrir einhverjum 2 árum síðan það sem var eiginlega leigubremsa inn í þetta frumvarp. Var hlægileg. Já, var þetta hlægileg, en það var þetta hugtakið. Það var svo víða að hún stoppaði ekki neitt, sko. Já, stoppaði ekki neitt, það var búið lögfestarinn þess að 10% hækkun á húsaleigu, þá talaðum að 30% hækkun, hámarkshækkun á 3 árum, sem 10% hækkun á ári, sem er náttúrulega algjörlega fáránlegt. Þegar verðbólgan var bara innan við 2%. Já, eins og ef við erum að horfa bara í samanburði við önnur lönd, þá er þetta náttúrulega algjörlega fáránlegt. En það var að búin að gefa þessu lögmæti, ákveðu lögmæti, þessu hugtaki, leigubremsu, þó að þetta hef ekki náð í gegn. Við erum að horfa upp á það að 25% leigjenda í Evrópu borga húsaleigu sem er yfir 30% þeirra ráðstöfunartekjum. Hérna eru einungis 33% leigjenda með leigu húsaleigu sem er undir 30% af þeirra ráðstöfunartekjum. Það eru 74% leigjenda á Íslandi sem borga umfram 30% af þeirra ráðstöfunartekjum meðan hlutfallið helmingur þeirra það sem að leigan er eiginlega stærsta vandamálið þeirra lífi. Já, leiga kemur í rauninni veg fyrir að fólk geti í rauninni haga lífið sinn svona á sómasamlegan hátt. Ég spurði, af hverju hefur ekki verið notuð leigubremsa og leiguþak á Íslandi? Já, þetta er reyndar leigjendasamtökin voru stofnuð 2013. Þetta er barátta sem að reyndar næra alveg aftur á 7. áratuginn og það hefur verið barist fyrir þessu. Menn náttúrulega treystu á félagslega húsnæðiskerfi hérna lengi vel og þangað til að ríkið og sveitarfélögin tóku sig til og seldu þetta allt hérna á fyrstu áratugum, kláruðu að selja þetta hérna á fyrsta áratugi þessar aldar. Staðan er bara sú í dag, hér erum við ekki með neitt félagslega rekið almennt íbúðulegu kerfi og bara veruleikinn bara nýr, við erum búin hérna við óheftan, hömlulausan, einkarekinn leigumarkað. Guðmundur, þú lýsir ástandinu. Þetta er ástand þar sem að þarf að setja leigubremsu og leiguþak á. Ég er að spyrja þig, af hverju er það ekki? Ég get ekki svarað því af hverju þessar ríkisstjórnir. Já, Bjarni Benediktsson, Katrín Jakobsdóttir, Sigurður Inga. Ég get ekki svarað því af hverju þessar ríkisstjórnir hérna síðustu 12-15 árin hafi ekki sett leiguþak. Það voru náttúrulega sérkennilega aðstæðin uppi eftir efnahagshrunið þar sem var svona hálfgeitt svona bara hyldýpi og menn voru að reyna átt að segja þessu en það hefur verið stanslaust barátta leigjenda síðan 2013 frá því að leigjendasamtökin voru stofnuð og þessar hugmyndir hafa verið upp allan tíð síðan og hafa verið í svona umræðinum við stjórnvöld. Ég veit ekki af hverju þrátt fyrir að við búum við ástand sem er ekki, það er ekki að bera okkur sama við nokkurt land í Evrópu. Ég til dæmis nýkomin frá Finnlandi frá húsnæðisráðstefnu og þar talaði ég við formenn flestra leigjendasamtaka í Evrópu og þau voru gapandi hissa þrátt fyrir þeirra eigin baráttu sem þau töldu öll vera frekar erfiða og mikil varnarbarátta sumstaðar að þá er mjög sérkennilegt að við erum að horfa upp á 76% leigjenda borga meir en 30% af þeirra samkvæmt könnun sem að birtist í skýrslu HMS fyrir reyndar 1 ári síðan að við erum með svona stórt hluta þeirra sem að borga íþengjandi húsnæðiskostnað á meðan að þeir lýsa áhyggjum yfir því í Evrópu að 25% leigjenda borgi yfir 30% af þeirra ráðstöfunartekjum og þar er verið að setja alls konar reglur á leigumarkaðnum, bæði í Hollandi og Þýskalandi, bæði sveitarfélög og ríkin að taka þetta mjög sterkt inn í sína stefnur og setja íþengjandi reglugerðir gagnvart leigusölum sem eru þá reglugerðir sem eru miðaðar því að bæta hag og velferð leigjenda. Það er ekki verið að gera hér og þetta er að við erum að berjast fyrir og vonandi fer að svona birta til og vegna þess að orðræðan okkar hefur verið nokkuð stöðugt í þessa áttina. Okay.
Nú koma könnunni Já. og það gerð könnun og fólk spurt, ertu fylgjandi eða andvígur því að sett verði á leigubremsa og 72% eru fylgjandi að sett verði leigubremsa. 71% að verði sett leigutak. Sko, annarkvort bara megin þóri almennings bara styður eitthvað baráttu eða fólk hefur bara miskilið spurninguna. Nei, ég held að það sé nokkuð, að því að hún skýrð nokkuð vel, það skýrt í inngangum við spurninguna hvað þetta þýðir. Það þarf að segja að leiguverð sé, mann ekki nákvæmlega hvernig þetta orða, en það sagt hvað þetta þýðir. Og ég hef ekki það, svo mikla vantrú á löndum mínum að þeir skilji ekki þessa spurningu. Ég skal gefa með aðra spurningur en það. Leigubremsa það kallað þegar að gefið út viðmið hversu mikið húsalega má hækka yfir tiltekið tímabil. Ertu hlynntur eða andvígur því að sett verði leigubremsa á leiguhúsnum á Íslandi? Já, þetta mjög skýrt og þetta kemur í rauninni bæði óvart að vissu leyti að húseigundur sem við höfum svona kannski leigjendur og gjarnir á líta sem einhverja fyrirstöðu í þessu að þeir eru mikið meirihluti þeirra, 70% eigenda þeir sem eiga húsnæði vilja verði sett á leigubremsa og leiguþak og líka hátekjufólk og allir hópar meira sér sjálfstæðismenn það var 52-53% einungis 30% sjálfstæðismanna lýstu sig andvíga því að settir það á leigubremsa. Þannig að það er mikill meirihluti landmanna eftir bæði tekjuhópum, menntun, stjórnmálaskoðunum, eignastöðu. Það er stór meirihluti landsmanna sem vilja að verði sett á regluverk á leigumarkaðnum sem ver leigjendur fyrir þessu óstjórnlegu græðgi og okri sem er á íslensku leigumarkaði og hefur viðgengist núna í einhverja tæpa 2 áratugi svona hömlulaust og breytan er svo að við búum ekki við umfangsmikinn félagslega rekinn leigumarkað. Það er stóra breytan þessu. Ef ríki og sveitarfélög ættu tugir þúsunda óhagnaðardrifna leiguíbúða á almenn leigumarkaði, þá væri ástandi kannski öðruvísi. Hlustar á Katrínu í stefnuröðinni? Nei, ég misti af henni, ég var nú að hlusta á Bjarna Ben hérna á leiðinni upp yfir. Hún sagði að það hefur gerðið stórkostlegar framfarir gagnvart leigjendum núna í vor, þegar að starfshópur skilaði af sér. Já, Tótækum tillögum til ykkur til hagsbóta. Já, ég hef ekki orðið var við þetta og ég hef ekki orðið var við breyta afstöðu stjórnvalda eða þá að stjórnvöld séu farin að tala með þessum hætti gagnvart leigjendum að hér þurfa að setja einhvers konar regluverk sem að vera leigjendur. Hér er uppi mikil áform að byggja húsnæði en fyrir hvernig er að byggja þetta húsnæði. Stærsti einstaki kaupendahópurinn á íslensku fasteignamarkaði er ennþá lögaðilar og eignafólk sem að sölsunda þessu húsnæði. Þetta er víða bara tekið fyrir þetta í löndunum kringum okkur og við búum við mjög sérstakt vandamál, þar að segja öll þessi verstu atriði sem geta farið eins illa með leigjendur eins og hægt er, bæði það hvernig er að eignast húsnæði, hvernig réttarstaðið er gagnvart leigusölum, hvernig verðlagningur háttað, húsnæðisskortur, það er allt slæmt, á öllum vígstofum er þetta mjög slæmt. Þetta er eins og í samtölu mínu við formenn annarra leigjendasamtaka að þetta er hvergi svona þar sem allir þessi þættir vinna gegn leigjendum. Það eru varnarbarátta í þýskumælandi löndunum þar sem að menn eru að reyna að viðhalda bara sínum árangri sem hafi náðst í gegnum áratuga baráttu. Það eru verið að berjast hvort að megi hækka leigubremsun úr 2,5% í 3% í Hollandi. Það er hins vegar stór og umfangsmikið. Svo mætið þú bara með ekkert. Já, svo mætið 0 punkti bara 0 punkti og það vinnur rauninni allt gegn leigjendum og það er alveg ótrúlegt svona fálæti og hroki sem að mætir þegar maður fer að þess að fundi hjá stjórnvöldum. Ég var nú bara á fundi nýlega í ráðuneyti niður við Arnarhóla sem að ég var sakaður hroka gagnvart eða fordóma gagnvart menntuðu eignafólki og sem komið þetta mjög spánstu sjónir að ég verið sakaður það en þetta er svona viðhorfið. Ég mætti starfshópi á vegum ráðuneytisins sem allt var eignafólk. Upplifir þú hroka gagnvart fátækum leigjendum í kerfinu? Já, ég upplifir kannski ekki hroka, ég upplifir þetta ofboðslega mikla fálæti. Fordóma? Nei, ég get ekki sagt að ég sjálfur upplifi fordóma. Ég kannski er þetta meira í kollinum á mér heldur en raunverulega, en ég upplifi mikið fálæti
og það náttúrulega eitt svona raungerð á hroka og yfirlæti, það að sýna fólki fálæti og taka ekki kröfur þeirra alvarlega og þetta viðhorf sem ég mæti eiginlega allstaðar. Ég verður vel að segja það að svona einn af þessu, ég sótti marga fundi hjá bæði stofnunum og starfshópum og í ráðuneytunum í vor. Fundurinn sem að mér fannst gagnlegastur, hann var hjá samtökum atvinnulífsins. Þannig að þar virtust menn átta sig á þessum hagsmunum að hér sé að jafnvægi á húsnæðismarkaði, það sé líka hagur þeirra sem eru leigusalar, að hér sé jafnvægi og hér líði leigjendum vel. Þar virtist menn hafa skilning á því að það þyrfti að vera einhvers konar regluverk sem að gerði leigjendum kleift að lifa sómasamlegu lífi vegna þess að þeir þurfi að vera þátttakendur í efnahagskerfinu, þessari samneyslunni. Þar hefur menn skilning á því. En hjá stjórnvöldum, þar þessu mætt með algjör fálæti. Herðu, við erum á samstöðunni, þú varst með þáttinn leigjandinn hérna í fyrravetur, ætlar að byrja aftur? Ég var með hann hérna fram á sumar. Fram á sumar, ætlar að byrja aftur? Já, ég ætla að byrja aftur. Ég bara svona fastur inn á hálendinu við grjótbörð að vinna fyrir þér og þinni fjölskyldu? Stígagerð, já, akkurat. Herðu, ég ætla að sýna eitt grafinn í lokin, ég veit ekki hvort að Laufey finnur það. Þetta afstaða flokkana, stuðningsmennaflokkana og því að þú nefndir hérna með sjálfstæðisflokkin. Bláa sem sagt þeir sem eru með því að verði sett á leiguþak. Ég tók það því það svona meiri andstaða við það. Og þá sérðu þarna eru sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn þarna í lokin sem að eru miklir markaðssinna flokkar. Að meiri hluti kjóseta þessara flokka styður það að vera sett á leiguþak og aðeins minna en eitt þriðji kjóseta þessar flokka á móti því. Og svo sérðu að það raðast þarna Það sem kemur mér skemmtilega óvart vegna þess að í kosningabaráttunni hérna í vor til sveitarstjórnarkosninga og sérstaklega til borgarstjórna sem við leigjendasamtökin tókum svona svolítið snarpa þátt í hérna á lokametrunum, að þar mættu við virtist vera hjá frambjóðendum Pírata töluvert mikilli andstöðu og líka nokkur þeirra sem voru á Alþingi andstöðu. Það var svona hættuleg hugmynd. Ja, það var hættuleg hugmynd. En þarna sjáum við bara að yfir 80% af kjósendum þessar flokks þeir vilja leiguþak. Þannig að þarna eru fulltrúar þeirra bæði í þingi og borgarstjórn algjörlega skjön við vilja þessara sinna félagsmanna. Herðu, við látum þetta gott heita í kvöld. Fylgjast með þættinu þínu þegar hann byrjar. Takk fyrir. Og hérna á eftir að þá ætlum við að ræða við 2 bræður sem hafa ferðast Suður-Ameríku. Við ætlum að kíkja á það. Þetta er augnablik.
Hérna eru komnir bræður tveir, Eyjólfur, kallar Eyjó og Erpur, sinni Eyvindar. Sæll og blæsar. Herðu, ég fekk ykkur til að koma hérna bara að þeir eru skemmtilegir, en líka að því að þeir eru búin að vera mikið í Suður Ameríku. Já. Og það svona ein af svona fréttunum sem að verða í vetur svona... Ég verð bara ekki var við þessar fréttir. Ég að horfa á drottninguna stanslust og það Úkraína og eitthvað. Það svo mikil hlutir að gerast í Suður Ameríku. Já, hapabólan. Það svo mikið að gerast í Suður Ameríku. Við erum að reyna að laga það. Akkurat. Já, það voru fréttir í Chile, Þeir höfnuðu svona... Kólumbía líka. Já, Kólumbíu forseti. Brasilia mjög spennandi líka. Það verður hörkukostningar í nóvember. Já. Já, Lula spásiðri. Já. Það talaði að pólitískt ofbeldi hafa aukist þar alveg margfalt. Já. Búistu kostningasvindli? Það var talað tilraun til hallabyltingar eða Kubitat í Argentínu. Já. Tókstu þetta hvernig fjölmiðlar heima töluðum tilræðið við Kirchner? Nei. Að hafa beint byssu að höfðu hennar. Hann reyndi að hleypa hljópi. Það var skot í byssunni. Það voru 6 eða 5 skot. Og þessi grínarar í þessum corporate fjölmiðlum þeir tala ekkert, ef þetta hefði verið... Þetta ekki beint frá Fox News. Nei, Fox News, að það er svo auðvelt að tengja, að því að Fox News tengt við ákveðin stórfyrirtækjaarm sem að ræði Bandaríkjunum. Fox News Murdoch, en hinir sem verið svo frjálslyndir og nótalegir gerði ekki raskat með það, því þeir eru bara, það önnur stórfyrirtæki á bak við þann arm. Þannig að stórfyrirtækja miðlarnir, bara það sem að corporate press sem að ræði Vesturlöndum, þeir töluðu bara þetta eins og það bara verið bara einhver hókus-pókus byssa. Byssu beint að höfði varaforstans. Þetta var morðtilraun, það voru kúlur í þessari byssu, þú veist, eitthvað var að byssunni eða eitthvað. Já, við fáum mjög takmarkaða fréttir, ef við tölum aðeins okkur, og það segir ferðalög í Suður Ameríku, þá er það aðalega Kúba, við erum báðir vinir til félags Íslands og Kúbu. En ég hef farið nokkuð sem til Mexíkó, Erpur hefur farið töluvert í Mið-Ameríku, ég fætti Guatemala, reyndar Belize, svo ég farið til Argentínu og Chile. Segðu mér bara, af hverju eru þið svona mikið þarna? Í þessari deild jarðar? Ég held að þetta byrja náttúrulega eins og bara flest allt, með því að þú ferð, þegar við erum úlingar. 19 ára þegar þeir fyrst, þá var ennþá periódaspecial. Að ferða til Kúbu? Á Kúbu, 95. Svo ferð þú 97. Þá var ennþá hvað segir þau? Periódaspecial, raun og veru eftir hrun Sovétríkjanna, þegar að Kúba sem að vegna þess að ástandið í Suður Ameríku, við erum að tala Suður Ameríka það búið ákveða fyrir löngu síðan að Suður Ameríka sé áhrifasvæði Bandaríkjanna. Þetta Monroe-kenningin, það kemur með henni. Monroe sem forseti, það ekki? Monroe-doktrín, já. Já, bara ríki í Evrópu, konungsríki í Evrópu og stórrið Evrópu, farið bara burtur, þetta er okkar svæði. Og þeir hafa allan tíma hegðað sér þannig. Og þetta til dæmis að því að þú veist, það er Evrópuríki sem að liggja til þess að Rússlandi. Þau kvarta eðlilega ítrekka yfir því að það er verið að hafa áhrif á þeirra pólitík út frá hagsmunum stórveldis. Það er ekki orð það að þetta er alveg að sama sem í gangi, nema bara, ég myndi segja bara miklu verra. Vegna þess að Suður Ameríka búin að vera stanslaust undir hrottafullum áhrifum, stefna sem snýst það að ekkert að auðlindum eða fólki eða landi í Suður Ameríku á að þjóna íbúanum, þá að þjóna, þetta sem við köllum bananalýðveldi.
þannig að já, svo fyrir maður aftur að því. Þannig hvert skipti sem að þjóðir Suður-Ameríku eða Mið-Ameríku reyna að öðla sjálfstæði, geta tekið sjálfur ákvarðanir hvernig nýta sína auðlindir, þá bankar CIA upp á og... Akkurat. Og þú veist, og að einhverju leyti náttúrulega í Karabíhafinu ertu ennþá með áhrif frá leyniþjónustum gömlu nýlenduveldana. Haítí tímis hafa alveg fundið fyrir Frakkanum, en Suður-Ameríka fyrst og fremst undir áhrifum frá Bandaríkjunum. Kúba, þið eru mikið á Kúbu, það eiland í þessari sögu. Já, og það, núna þetta pólandi þannig að Nicaragua, Venezuela og Kúba sem eru, og Bólivía. Já, Bólivía. Fyrsti frumbygginn sem að leiðir, sem svo sérstætt vegna þess að mikið af þessum löndum eru með svo rosalega stóran, stundum meirihluta af frumbyggjum. Bólivía sem að ítrekað hefur verið bara, og meiri segja hafa menn þetta viðurkenna það opinberlega, þú veist, IMF og Alþjóðabankinn og eitthvað svona apparut, að Bólivía bara best rekna landið í allri Suður-Ameríku, og ef menn verður hreinskilna, myndi segja bara í allri Ameríku, norður og suður, leið og einhver samt reynir að koma eitthvað fram og segja að okkar land, okkar auðlindir, þegar þjóna þegnunum, þá gerist alltaf eitthvað. Og eins og til dæmis, ég var að klára að lesa hana mjög öfluga bók sem heitir The New Confessions of an Economic Hitman, og þetta framhaldsbók. Þetta maður sem vann vinnu að við að ná auðlundum þessara ríkja undir sig. Hann nefnir sérstaklega, því að hann ekkert endilega að pæla í hvaða fánamenn flaggundir, hann bara að tala að leið, það skiptir engu máli einhver þarna gerir, sama hvar hann á pólitíska litrófi, hann gerir eitthvað þá, og finnur langt með það og klárar það, þá endar það illa. Og hann nefnir sérstaklega dæmi Panama til dæmis, sem var hluti af Kólumbíu. Það þurfti að vera Panama skurður, það skiptir rosalega miklu máli, grilljónuna sem að ég hagnaði því að vera með skurð. Þessum sem ástæðan sem það svo mikla núna viðskiptaþvinganir á Nicaragua. Nicaragua búin að leita beint til Kína, og þeir hafa til dæmis áður en að Nancy Pelosi allt þetta rugl sem kaninn reyna að starta einhverju stríði í Kína, búið ekki andstæðingur Kína. Að þá styðja Nicaragua, Kína alveg bara, sem þið segja, Tævan hluti af Kína og svo framvegis. Og það pólitískt gert. Munurinn sá núna, samanborið við því við búum líka á fundi hjá Alba TCP, og þetta sem var það sem var það var eitthvað í fréttum heima fund samtök Ameríkuríkja. Bandaríkjunum alltaf ekki að leyfa Kúbu, Venezuela og Nicaragua og fleirum að vera með, og núna samstæðan þannig, það vinstri sinna fórseti í Almo í Mexíkó, og hann sagði að hann mæti ekki til Los Angeles. Að þeir geti ekki lengur leikið en leik. Alba eru samtök þessar ríkja, og það Alba banki líka, og svo CELAC, það eru ýmsar svona samstöðustofnanir sem að tengjast þá, þeir meiri segja náttúrulega tengjast Tyrklandi, þeir allstaðar sem var stuðning, þetta bara svo Kúba hefur alltaf gert. Norður-Kórea hefur verið bandamaður. Ég meina þeir hugsa þetta heimsvætti svona ríki, og hver sem styður fullveldi þjóðar til að gera hvað sem það eru viniðinir. Og fyrir ekki að ég grip fram í. Já, við vorum á Kúbu fyrir, það 10 ár síðan núna, og þá var fjall frá einhver leiðtogi í Norður-Kórea, það var flaggað norður-kóreska fánum, það var einhver bríkuðin sem bara, akkur Norður-Kórea, það bara, já, þeir eru vinir Kúbu, og vinir Kúbu eru vinir okkar, og þeir stýðu okkur, við stýðum þá, af því þeir eiga sameiginlega óvinn. Við þurfum ekki að vera, ef þú ert í túngarði Bandaríkjanna og Bandaríkin líta á þessum óvinn, þá verður eiginlega að finna þig bara, allir sem blikkaði eru bara vinir þínir. Akkurat, og þetta svolítið, að því að baráttan svo hörð, fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það eru verandi í bakgarði Sámsfrænda, bara the backyard of Uncle Sam, sem hlutverki sem Monroe Monroe doktrin kemur fram með, og síðan Theodore Roosevelt
og skiptir miklu máli að við erum ekki að tala um FDR, við erum að tala um Theodore Roosevelt sem var forseti fyrir 120 árum eitthvað, að sko línunar sem var lagðar, þær eru svo örlög Suður-Ameríku eru svo hrikaleg, og þá meina ég alls vinnandi fólks, frumbyggja, þú ert með elitur í öllum þessum löndum, og þessar elitur, það fólki sem að, þú veist, við erum að tala um þessi lönd, til dæmis, ef þú ferði í Mið-Ameríku, ég mest verið í Mið-Ameríku, ég hef til dæmis ekki, já, Karibíhafinu, þú hefur verið, þú ert náttúrulega kærustu frá Argentínu og þú hefur verið í Chile og svona, en ég sé sko svona ömulegasta partin sem eru sko hörðustu banalýðveldin og einmitt, og svo ég útskýri sko banalýðveldi sem hugtakið, það snýst það að þú ert með 50 sko ráfnaframleiðandi kemur frá United Fruit Company akkurat, svo maður útskýri sko bara svona af hverju hugtakið verður til vegna þess að ef það er fólk sem er hungrað í landinu, það eru til einhverju bara endalösi hektarar, en hektarnir ekki settir undir það að hver og einn bóndi fái að fóðra sig og sinni fjölskyldu búið til hráefni fyrir bandarískustæki, settur undir United Fruit Company til þess að þeir geti framleitt banana sem að lúka vel í Walmart í Bandaríkjunum. Það er hugtakið banalýðveldi og sko Mið-Ameríka er verst sett þarna. Þar er nú ástandið langt verst, myndi ég segja, og þeir hafa komist upp með sko, ég veit að það er ekki til eitt ríki í Suður-Ameríku sem hefur ekki fengið að finna fyrir CIA og félögum. Já, það var valdarán fyrir 12 árum, 10-12 árum í Honduras. Já. Og kona fórsetans sem var stýrt á stóli. Zelaya. Já. Manuel Zelaya. Hún verður fórseti. Í dag. Í dag, og það er svolítið áhugavert þegar það gerist, þá svona alltaf fyrst þegar kom alveg sem með Kúbu, þegar byltingin var á Kúbu. Bandaríkin bara svona gerðu fyrst ekki neitt, þá var ekki finnir byrja að þjóðnýta olíuhreinsunarstöðvarnar. Já, Kúbu. Exxon og Shell og þeim sem að bandaríska ríkið bregst við. Og það sama með þegar hún verður fórseti, þegar svona fyrst gera ekki neitt. Það sjá til. Já. Alltaf sjá til og við kennum sem fórseta. Og það er sko, það ríki sem eiginlega verst farið af öllum þessu ríkjum er Kólumbía, og það er ekki talað um það í þessu samhengi. Það er talað um flóttamannavanda frá Úkraínu og eitthvað aðeins Afganistan eftir að Kanin fór sko. Stærstu flóttamannabúðir eru þar í heiminum, en á eftir því landi kemur Kólumbía. Flóttin frá Kólumbíu það er sko lýðræðis. Það er ekki flóttin frá Venezuela? Það er flott frá Venezuela. Já, það er líka fólk sem snýr aftur til Venezuela. Leið og aðstæður það lendir bara í fordómum og ofsóknum annars það frá. Eins og ég lendi í Perú og þannig að það komin vísindaforstið þar líka sem er að berjast við. En sko, nú er bara komið svo mikið af head of state, það er svo mikið af fórsetum og öðrum sem eru vinstrisinnaðir, sem að þeir geta komið frá tímabundi eins og í Bólivíu. En Luis Arce er komin aftur núna. Nei, menn að Lula var settur í eitthvað bull, sko, af því að hann settur í fangilsi, en það er málið að það er ekki til snjallara apparat, af því að þú veist, nú horfum við á, þú veist, Rússinn er svo klaufalegur og klunnalegur. Vesturlönd, við erum að tala um að PR hugtakið kemur frá Bandaríkjunum. Við erum að tala um að öflugustu auglýsingastofunar, sömu auglýsingastofunar, sko, og geta selt okkur bara gogginn af hænsni sem mat eru í því að selja okkur bandaríska leið og ég segi þetta er sem bandaríski vinur okkar segja líka, en það snýst ekki þessum bandaríska, það snýst ráða elituna í öllum löndunum. Það geta selt það sem lýðræði að almenningur á ekki neitt, er ekki menntaður, á ekki heilbrigðisþjónustu, og löndin sem þau getur ræktað mat til að fóðra sig, þau eru í höndunum á stórfyrirtækjum sem rækta banana. Og þetta er sko gamla klassíska skýringin. Ef þú kýst vitlaus stjórnvöld, þá munum við fella þau. Það er svoleiðis og svo, þau munu alltaf, sko, og þetta er svo fyndið að þetta PR virka þannig, Manuel Zelaya, hann er engin kommunisti. Hann er engin, sko, hann kalla sig ekkert hitt eða þetta. Hann eins vegar bara lendir því leið og hann gerir eitthvað sem þjóna þegnum Honduras,
þá var hann frá og þeir munu reyna að útmála hann útmála hann sem bara, já og þetta er sama ef menn vilja skotleimis af hverju Che Guevara verður svona róttækur hann er læknismenta, klárar hann ekki mentuna á hann að fór í mótorhjólaferðalagið hann fer og sér valdarán CIA gegn Arbenz í Guatemala og sér, það skiptir einhver máli, þetta snýst ekkert einhverja kommunista, sósíalista hræðslu, það snýst bara með að gera eitthvað fyrir þegna landsins þá verður þú útmálað sem kommunisti, sósíalisti ef þeir eru Miðausturlöndum þá mun PR-maskinan útmálaði sem öfga Íslam og ef, skilur þetta er ofaslega einfalt prógram sem keir eftir og þeir hafa gert það ofaslega öflugt og það kemur vel fram í bókinni sem ég var klára að lesa Professor of Economic Hitmen þá segir hann að hann var svo glaður þótt hann var að vinna fyrir stórfyrirtækin sem eru nátengd því að Bandaríkin eru svo langt komin í hann kapitalisma þótt að Evrópa sé sjálfsög stórfyrirtækin ráða líka okkur en Bandaríkin eru svo langt komin í það og þá segir hann, svo kemur maður til valda sem er í Panama og sem segir bara Panama-skurðurinn á að vera og Panama var búið til sem land, þetta var hluta Kólumbíu en þeir eru að búið til sér landi, það var auðveldara að búa til einhvern lepp yfir smáríki heldunni yfir allir Kólumbíu. Það var fullkomin tök á Panama-skurðunum. Algjörlega og hann segir bara, við eigum hennar skurð og síðan náttúrulega tekur hann með fullum stuðningi þjóðarinnar yfir Panama-skurðun. Svo deyr hann í flugsleysi, skilur og það svo mikið að liði sem að deyja hafa dáið úr flugsleysi eða einhvern skrítum aðstæðum eða krabbamenni eða eitthvað sem hafa farið gegn Bandaríkjunum og aftur, svo kemur valdarann, herinn dettur inn og allt í henni Panama-skurðun aftur komin undir vald Bandaríkjuna. Svona öll sagan. Fólki sem hittið, þeir eru bara á göttunni að hitta bara venjulegt fólk í þessu löndum. Hver afstæða þeirra til Bandaríkjuna? Ef þú ert í Suður-Ameríku þá þetta mjög skýrt en það sem ég finnst það skýrt? Nei, sem sagt afstæðan að þetta hræðilegt og þetta ömurlegt En verður fólk bara settið sig við að búa undir áhrifasvæði? Nei, alls ekki það er búið að deyja við erum að tala að þessi saga er svo löng því þetta er nýlendustefna frá því losnaði Spánverjum. Já, og þá kemur neokolóníal stefna Bandaríkjanna sem það að þú leyfir fólki að tala tungumáli sitt, þú leyfir fólki að hafa fána og þú leyfir fólki að bara þú gera allt sem þú vilt svo framlega sem ég samþykka. Akkurat, svo lengi sem auðlindirnar eru hjá þér, þú sér bara mjög vel með Philips þú veist að þú mátt gera, það er neokolóníalstefna eða neokóka-kolóníalstefna eins og hún kölluð í raun og veru það er mjög heilbrigt finnst mér eins og dæmis á Kúbu og sér þetta líka í Mið-Ameríku þú veist, þetta er kannski, hans harðari kannski, ég veit það ekki í sunnan Panama en það er alveg það að klæða sig í hinu þessi föt eða í sjálfu sér eins og til mér Kúbanir þeir hafa verið heimsmeistarar í hafnabolta og hafnabolti er einhver furðulegasta kana íþrótt sem ég það er Japan og Kúbanir sem eru oftast heimsmeistarar í hafnabolta. Það sem ég er að segja og mér finnst það mjög heilbrigt að fatta að þetta hefur ekkert að gera með ránið á þeirra auðlundum að valda elít, að valda klíka hverjar nýlendu þjóða sem menningin ekkert, að þegar við sjáum þetta þeir hafna ekki í bandarískri menningu, hafna ekki í bandaríkjamönnum, þeir hafna bara Pentagon já, það er mjög skýrt og sérstaklega eins og á Kúbu. Ok, en nú talum við svona þetta búið að vera í 100 ár og meira það en samt það svona, eins og þetta gæti fyrir að breytast við teljum upp eitthvað þennan og núna geti allt í einu fólk í Nicaragua veifa rauðu framann í nautið og það mun ekkert stanga neitt. Þeir stanga sem ég geta allt og þeir eru sérstaklega mikið haldið þetta sé að breytast. Breytingin það er meiri samstæða það er svo mikið af lýðræðislega kjörnum fulltrúum sem eru og þessi samstöðu myndin hvað gerir
hvað heitir hann, Andrés Castillo sem núna í Perú, sem þú veist, hann eitt fyrsti vinstrimaður sem kemst hann til valda, hann með homofóbíu og eitthvað svoleiðis, en hann samt, sko, hann kennari og hann greina það hættulegur að gegnum þingi að reyna að koma hann frá. Hann kallaði til samstöðufundar með forsetum Chile, Argentínu, þú veist, Venezuela og svo núna Kólumbíu, það komin náttúrulega mistið sinna fórsti þar og fyrsti afró sem sagt varafórstin, afró varafórstin og þeir halda fund. Þú veist, þannig að þá ertu að tala sko, það ríki, það eru yfir með ríkjana sem rauninni og eins og þegar við vorum í Kaupmannahöfn, þegar loftslagsráðstefna var klárt 2012. Þegar við hittum Chávez. Við sáum Chávez og Evo Morales. Evo Morales sem forseti Bolívíu. Og það sem gerist að sko Chávez var ekki endilega kommunisti eitthvað svoleiðis, en hann var í hernum og það gera byltingu uppreist innan hersins. Og herinn, sko... Þegar herinn hefur verið svona bakbein, þegar CIA og Bandaríkin hafa gert valdarán, þá treysta þeir á valdaelítuna og elítuna innan hersins. Geta keypt... eins og Grikklandi. Akkurat, eins og fasismin virkar. Geta keypt ákveðna aðila og þeim tókst það í smá tíma í Bolívíu. Þú veist, einna hermönnum sem var næstu forsetinn Evo Morales, hann sagði forseti, ég get ekki tekið þátt í þessum, ég borgaði, þú veist, $50,000 fyrir til þess að ekki verja því einhvern tímapunkti. Að því að Chávez kemur úr hernum og hann síðan deyr, það verður hann dýrlingur og það var líka spurning, hann fekk krabbamein, það voru 3 forsetar sem fekk krabbamein saman tíma. Já. Er það eitthvað tilhörun? Ég veit það ekki. Og þú veist, við erum að tala núna hljómar þetta fyrir einhvern svona, já, þetta svakaleg samsæriskenning, en þú veist, það má enginn... Það getur verið að sé samsæri í gangi. Já, ég meina, í raun og veru er þetta samsæriskenning, en í vestrænum meginströms fjölmiðlum, ef einhver dettur niður stiga sem ekki sammála Pútín, þá er það bara staðfest, fattaðu mig, að hann var drepinn út af því að hann skoðunum. En þegar það kemur að þessum ríkjum, að sé bara runa af alls konar flugslýsum og krabbameini, þá er það bara, já, þetta er bara samsæriskenning. En svo höldum áfram með því að spyrjum breytinguna, þá var sérst... Ég er að spyrja okkur að þið trúið að sé að vera breyting. Þú sér það, sko, þeim tekst ekki að brjóta Venezuela, með Bolsonaro í söðri, sem hann lágur skjölum það hvernig þeir voru búin að kaupa eitthvað yfirmenn í argentíska hernum og átti að gera innrás. Þegar Macri var forseti Argentínu, var alveg allt í rúst, þau sögu út peninga sem IMF að lána og svo framvegis. Fyrir norðan Venezuela er ABC-eigarnar sem náttúrulega bara NATO-herstöðvar, það Gillinni, það hollenskt land og svo Kólumbía með 7 herstöðvar við landamæri, austurlandamæri sín. Kólumbía er svona non-member NATO-ríki, sem sagt. Já. Þú veist, þeir eru alveg í allu sama samstarfinu með heimsveldinu, norðri. Svipað Ástralía. Nú er búið að skipta út öllum yfirmönnum, lögreglunar, flughersins, leyniþjónustunar og landhersins í Kólumbíu. Strax. Það búið að skipta þeim út. Það búið að reyna að sýna forsetanum nýja tilræði. Og svo kemur... Hverjir er það skipt út þessum yfirmönnum? Lýðræðislega kjörin stjórn landsins. Sem er að verja sig með því að... Já. Af því að þú veist, þetta er ekki flókið. Sagan, Salvador Allende er kosin lýðræðislega sósíalísku forseti Chile. Pinochet er yfirmaður hersins sem heitir tryggð við lýðræðislega kjörinn stjórnvöld og hvað gerist? Hann rænir völdum og gerist fasískur einræðisherra. Þannig að það skiptir öllu máli og þetta er að sama og gerist náttúrulega eins og í 4 herfóringastjórnir á Argentínu síðustu öld og reyndar í Argentínu þá var það flóknar því þar voru Frakkarnir líka og Bretarnir líka. Það voru aðalega bara Kanarnir og eitthvað litið Bretarnir í Chile. Svo ertu með þessi fulltrúar núna sem eins og Chávez, þú veist, verður dýrlingur og Allende einhver leiti líka alltaf þeir sem voru drepnir, Víktor Jara og fleiri. En svo ertu með Evo Morales sem kemur úr verkalýðshreyfingunni og frumbyggi, fyrsti frumbyggi Norður- og Suður-Ameríku sem er leiðtogi. Það er fórseti. Þannig ég myndi að segja breytingin er að koma þaðan, sko, að við höfum séð, við heyrum ekki það svo mikið hérna heima. Við heyrum alltaf ekki raskat þetta
Þetta alveg óþolandi. Blindu blettur. Þetta blindu blettur, en um leið og eitthvað fyrir úrskeiðis hjá þeim sem vilja gera landið sitt að landið fyrir þegnana, þá heyrum við endalaust það. Þetta ekkert flókið. Þú veist, ég meina að besta sem getur gert bara þegar þú vaknar á morgnana að gleyma hugmyndunum það að þú veist, íslenskar þýðingar á corporate fjölmiðlum Bandaríkjanna, meginstöðnis fjölmiðlunum. Lýsa einhverju raunveruleika sem það bara gleymdu því samstundis. Herðu, þið nefnið hann áðan í sambandi við að leita sér að vin einhvers staðar ef maður í andstöðu við Bandaríkjanna, maður að finna vin einhvers staðar. Og Kína hefur náttúrulega vaxið í því að verða stórveldi. Já. Styrkur Kína eykur það kjark og þor þeirra sem eru í Suður-Ameríku og eru vinstra fólk. Já. Og er það ástæðan fyrir því að Bandaríkjamenn vilja skilgreina Kína sem andstæðing? Já, og Rússar, og þetta gildir líka Afríku, þetta gildir Asíu. Við erum að tala að einhver sem þekkir söguna, hann veit að í 500 ár þá eru forrík, hvít, vestræn þjóðfélög búnir það eru milljónir blökkumanna sem voru að vinna undir raskatið á ráðastéttinni á Vesturlöndum og við skulum ekki misskilja að þetta sýnst ekkert við sýnst aldrei það að það sé Evrópa gegn hinum að þessum, við erum með ráðastétt sem var bara orðin svo þróið kapitalisk bara fyrir mörgum árum síðan að þeir eru búin að ná tökum svo snemma og það er búið að ræna öllum þessum auðlindum. Af hverju Afríka með allar svona auðlindir, það af því að blökkumann sé svo heimskur og hvítimann sé svo gáar? Það gamla réttlætingin, það bara svolítið erfitt í dag á Vesturlöndum líka að segja þetta við fólk að blökkumann svo heimskur, Afríkumenn svo heimskir, spiltir og heimskir. Danir hafa reynt þetta með Grænland. Þeir geta ekki afmennist það, þeir geta ekki stjórna sig sjálfur. Akkurat. Þetta mjög klassískt. Danmörk voru með þrælanýlendur niður í Karibíahafinu. Þeir voru með sem seldu, sem heita spurningi var styrkur Kína munurinn þessi hann verður bakland vegna þess að munurinn á Kína en munu Bandaríkjamenn sætta sig við það að Kína, af því að við vorum að byrja á Monroe-kenningunni að ýta Spánverjónum og frökkunum út úr, þetta okkar svæði munu Bandaríkjamenn sætta sig við það að Kína komist og Bandaríkin eru ríkjandi heimsveldi og þar að leiðandi Evrópa af því að við erum orðið takknýtingar Bandaríkjanna fyrir löngu síðan. Það eru stórfyrirtækin sem ráða Washington, sem ráða hvað gerist í Evrópu núna. Við öll, vinnandi fólk, almennt fólk í Evrópu, við erum fórnum allra aðgerða sem Washington ákveður, sem eru ákveðin af stórfyrirtækjunum sem eru á bakveði. Ok, Kína kemur inn. Þegar Kína gerir business og þú veist, og núna samkvæmt þessu svona klassíska corporate uppsetningu, þá þetta svarthvítt. Já, Kína eru vondi við hinn eða þennan heim í Kína. Já. Ég myndi ekki nenna að Kína stundar eftirlit á samfélagsmiðlum, gera það. En hvað kemur það okkur við akkurat núna þegar við erum að skoða nákvæmlega hvað kemur frá þeim hér? Ég búið í Kína, ég myndi ekki nenna vilja búa sem kínveri í Kína. En þeir eru með stefnu sem er framhald af þessu neo-Coca-Cola-lism, nýlendastefnu Bandaríkjanna. Þeir segja, við skiptum okkar ekki að pólitík landsins, við löpum inn, okkur vantar auðlindirnar, við munum hins vegar að borga það sem þið setjið upp. Það meginmunurinn, þannig að, eins og ég segi, þetta snýst ekkert, þetta ekki svarthvítt, þetta ekkert eitthvað svona að Kína sé eitthvað fremtíðaríki, það snýst bara það að þeir munu geta starfað með heimi af alþjóðlegum viðskiptum mun betur en gömlu kasúldnu nýlölduveldin og neokolónialveldið Bandaríkjanna sem tóku við hlutverki nýlölduveldin. Líka því að Kína er með business, þeir vilja viðskipti. Þeir eru ekki að fara inn með vopnavaldi eða gera drónárásir eða eitthvað svona kjaftaði. Nema við nágranna sína og þeir sem þeir raun og veru innan þeirra landamæra. Þannig að við erum bara sína eigin Monroe-kenningu. Nema sem svo huggulegt fyrir restina heiminum það að eins og ég segi, það ömurlegt að vera Tíbet, en Tíbet
Hong Kong, Tævan, Bandaríkin og Evrópu, gömlu nýlduveldin, þeirra kenning snýst allan heiminn. Þeir vilja taka allan heiminn undir sig. Hvort þetta smekari við, þú veist, land sem með ala hér í sínu landi, eða sérst, Kína allavega og áhrifasvæði sem kringum þá. Já. Hvað Bandaríkin marga herstöðar? 900 herstöðar í hvað, man ekki, meira en 100 löndum eða eitthvað? Já. Kína með eina herstöð, utan Kína. Ég held að sé í hérna, hvað heitir litla ríki hérna, með forríka gæjanum hana, á Borneo. Það skiptir ekki máli. Eina herstöð. Sjáðu, ég ekki að segja að við erum að þróast hægt. Nú erum við rosalega miklu svona miðjumenn að samþykja þetta sem jákvætt skref. Við erum sem svona, ef maður er harður samþykja hvað sem jákvætt skref? Að í framhaldið, við vorum með nýlendustefnu, gömlu Evróparíkjana, sem tók og skáru tungunar úr Írum ef þau töluðu gælísku. Svo kemur Kaninn með neokolonialism, sem það, þú mátt fucking tala þína tungu og spila þína bongotrómur. Við erum að tala að þetta var ekki reyndin þegar Evrópa, gömlu nýlenduríkin réði heiminum. Síðan kemur nýtt ríki sem segir, við viljum fá auðlindi til að byggja Kína upp, en við viljum borga ykkur fyrir það, uppsett verð, og við skiptum okkur ekki af pólitík í eitthvað landi. Þið getið, látið krakkan eitthvað fara í skóla, fengið heilbrigðisþjónustu, og við munum ekki skipta okkur af því, þótt að þau borga ekki neitt fyrir það. Hvernig almenningur sem þið hittið á götunni, ég tala síðan bara á götunni, hvernig talar almenningur í Suður-Ameríku og Mið-Ameríku Kínverja? Já, áhrifin náttúrulega er ekki bein... Ekki eins sýnileg eins og í Afríku. Beintengd, ég menna það... Ekki eins sýnilegt og í Afríku. Sýnilegri í Afríku. En eins og Timmis, að því að núna eins og Kúbu til dæmis, og þetta er sama í Mið-Ameríku, þetta er ekki droslega áberandi. Ég hef ekki heyrt neitt í líkingu við áróðurinn sem við heyrum hér, allir séu svo hræddur það að, ok, gott dæmi. Jamaica maður, sem ég spurði hann að þessu. Jamaica var undir breska krúninni og mjög illa að fara með það. Og er ennþá undir, þeir eru að velta fyrir sér og hætta núna. Já, þeir eru að velta fyrir sér og fleiri. Nenni ekki að vera undir Karli. Nema hvað, ég sagði bara, þú veist, sem bara hreinskili, hvernig munurinn á að því að Kínverjar er búin að fjárfesta svakalega í Jamaica. Hann sagði bara, við vitum alveg að Kína eru að ná í auðlindunum okkar. En á seinustu, þessum, ég man ekki hvað áratíma nefndi, en við erum að tala bara 10 ár pluss eitthvað. Á þeim tíma hafa þeir fjárfest meira í öllum okkar innviðum og einhverjum hlutum sem skipta okkar lífi máli, heldur Bretland gerði hvað voru þið, 200 ár, ég veit ekki hvað áttu Jamaica lengi. Englendingar gerðu ekki raskat fyrir þeir rændu bara. Þannig að Kínverjar komi inn með business sem á endast, þannig að þeir leggja fullt í að hafa businessin þannig að fólk sé sátt við businessin. Af því að Kínverjar vinna eftir ekki þessum 4 ára konsepti. Þú sér það bara eins og með Víetnam að þegar að Kínverjar voru 1000 ára að reyna að vinna Víetnam undir sig, svo gáðist þeir bara upp, 1000 ár. Svo kom Frakkinn, gamla heimsveldið, 100 ára að reyna að vinna Víetnam undir sig. Svo kom Kaninn og, Kaninn átti bara nokkur ár, sko. Svo kemur Kaninn og heldur að geta unnið á korteri. Það sem ég er að segja það, að Kínverjar, Kínu stjórnvöld, þeir vilja að businessin endist. Þeir vilja jafnvægi. Og ef menn þekka Konfúsíus og svona, menn þurfa að skoða, ef menn vilja fatta hvað Kína snýst þá ættu menn geta að skoða Mao og allan fjandann, en menn ættu fara svaka djúpt í Konfúsíus. Það eru kosningar í Brasilíu í haust. Hvað eru fleira sem við ættum að fylgjast með? Þið segir að þið sé ekki hægt að fylgjast með íslensku fjölmiðlum. Nei, ef maður fylgjast með þeim, en þá náttúrulega veit maður nokkuð með hvað er orðaðin í Bandaríkjunum, sko. Hvað er framundan? Brasilía er náttúrulega rísa mál. Það er rétt. Brasilía er svakalega mál. Haldið að kosningarna verði bara eðlilegar?
Lýðræðslegar? Bolsonaro er búin að Vill láta herinn telja atkvæðin? Bolsonaro er búin að biðja Biden að hjálpa sér. Og Trump hefði gert það á þess að láta spyrja sig. Hann fór með sig bara í opinbera heimsókn til Brasilíu. Ef við takið eftir hver heimsækir, þú veist, hvaða staði, þá var það Trump sem fór til Brasilíu að hitta hann. Já, þessar kosningar eru mjög mikilvægar og ég trúi því að Lula muni vinna. Alveg eins og Macri fór frá í Argentínu. Við þurfum að fylgjast með Uruguay vegna þess að þar er eitthvað skrítið í gangi þar. FBI að þjálfa einhverjar sérsveitir. Paraguay er svona eitthvað skona pattstaða, maður veit það ekki alveg, en sko ég held bara að hreyfingin í Brasilíu en það öfluga, það mun ekki stoppa. Chile náttúrulega, já, við erum með Boric og við erum með í Perú og hann er nýja forseta í Kólumbíu, sko bara fylgjast með álfinni, það var þannig. Já. Herðu, þakka ykkur fyrir að koma. Herpur er farinn á klóstið. Þannig að gaman að ræða við ykkur. Maður fær svona sýn í svona hvernig þetta var í uppeldinu hjá okkur. Var kvöldverðarborðið svona hjá okkur þegar voru strákar? Já, sko, ég stupið það að það var alltaf það var bara umræður og ef maður opnaði munnin og þá var hlusta á það og svo þurfti maður bara að færa rök fyrir því. Já, maður þurfti bara að kynna sér málið. Það var rauninni niðurstaðan en það var þú veist, ef maður opnaði munnin það bara já og líka sem ég segi einu lagi sko, rifist fyrir rangláta fréttaflutning við tæki þegar voru eitthvað svona að því að við munum alltaf foreldrar okkar er kynslóð sem að mótmæltu Víetnamstríðinu kröftulega og voru í fylkingunni og þegar að þú veist það var beinleiðis það var að vera að brjóta rúður hvítleðni brjóta rúður alltaf hjá samtök hestaðarstæðinga. Já, æskulisfylkingunni. Já, þannig að þú veist þannig að umræðin er alltaf það sem að vera ofan á. Og þið hafið tekið svona haldið áfram baráttu foreldrar ykkar? Að sjálfsögðu. Að sömuleyti þá hefur sko sú kynslóð og fólki sem var að berjast fyrir einhvern veginn fengið svona skrýtna stöðu í menningunni. Það var svolítið verið að hæðast að þessu, þannig að Jóni Gnarr og félögum, trúbótararnir sem eru að syngja, erum alltaf Georg Bjarnfriðsson er þá sem að það er svolítið verið að hæðast að þessari baráttu kynslóð og foreldrar. Ég meina, þú veist, sko það, ég meina, ég raun og veru, ég myndi segja að, sko, gott grín er alveg gott grín, en þeir sem ráðast og hæðast af þeim sem hafa valdið, það eru sko stærstu listamenn mannkynssögunar. Þeir sem hæðast að þeir sem hafa ekki valdið eða þeim sem að standa með þeim sem hafa ekki valdið. Sagan dæmir þetta, skoðuðu bara alla söguna, skoðuðu bara, ég meina, skoðuðu, það var einhverjir sem voru flipkísar á sama tíma og Chaplin sem gerðu sko lítið úr vinnandi fólki. Chaplin er það sem við munum eftir. Stærstu listamenni mun alltaf, sko, nú kem ég svolítið skáinn, en það skiptir máli að ég held ég að gripið ykkur alveg rétt með það, að leggja liðnar að sko, sama hvað er búið að snúa út úr Jesú Kristi og allt það, og ég er ekki Kristi, minnum alveg, en það sem ég er að segja, sá sem stendur með þeim sem hafa ekki valdið, það eru hetjurnar sem mannkynnsagan mann. Það er eina staðan sem hægt er að vera á. Ég meina að sjálfsög og það er ekkert fallegra heldur en að þú veist, við getum og ég var búin að lifa lengi þegar ég fattaði að þótt að ég hef aldrei skynjað mig í einhverju forréttindastöðu þegar maður fer og ferðast eins og þegar ég verið að ferðast gegnum Mið-Ameríku þótt að ég hafi sko, við foreldrar okkar er vinnandi fólk og maður var bara með það svona kallað chicken bus og eitthvað svona þá skynjar þú samt forréttindin. Og ef við ætlum bara að baða okkur í einu forréttindum og gera ekkert, það er helvíti aumingalegt, sko. Þú veist, við sem ykkur bleiknægar, við erum alveg glæsilegir, hægt að því vera bleiknægi, en ef þú fattar ekki forréttindi sem þú hefur,
En það líka breytingin liggur þar, þú veist, úr miðstéttinni, sá hópur samfélagsins sem hefur ekki beina hagsmuni af þessu valdastéttin, þar verða breytingarnar. Þar verða breytingar. Já, þeir einstaklingar sem þeir valdið svo miklu meira hjá miðstéttinni og kynnast, geta ferðast og geta borið saman, annars þetta ferðalag með Che Guevara. Já, sko, þetta er svona, þetta er eins og... Íslenska millistéttin ekki að ferðast til þess að átta sig á... Nei, þeir eru á Flórida og Beni. Venduðu svæðum. Já, algjörlega. Já, þetta er náttúrulega svo sérstakt dæmi. Þú veist, og ég tímis, en það sem ég segja, sko, þetta er eins og, ef fólk hefur lesið, það er frábær, mjög frjálslyndur sósíalisti, George Orwell, skrifaði bók sem heitir 1984. Þá talar hann þetta, að breytingin gerist ekki fyrir en að sem sagt, lágstéttin kemur með. Rís upp. Já, rís upp. Og miðstéttin, þegar... Hjónar lágstéttinni. Já, sko, þegar miðstéttin þegar henni líður illa í kompaníi með hagsmunum sko þeirra forríku þá munir stundum og ekki stundum, ég með þetta ofgest í sögunni þá munir nýta aflið í lágstéttinni eins og franska byltingin græddi lágstéttin á fransku byltingunni? Nei, jú, að einhver leyti en þeir notuðu aflið í þeim en svo svíkuður þetta í raun og veru í lokin. Þetta er mjög merkileg kapli í þessari bók, 1984. Það sem ég að segja það, að miðstéttin, sko, ef þeir standa með sínum, sko, það er... Raunverulegstéttahagsmunum. Akkurat. Því að leið og lágstéttin er hægt að rífa kjaft, þú veist, þá mun, sko, súperhástéttin svíkja miðstéttina. Það gerist aftur og aftur og þá bara minkar hún og það er það sem er að gerast í heiminum, okkur vestra heimi í dag. Allsstaðar. Já, þannig að þú veist. Þannig að millistéttin að dunka niður í lágstétt. Og leið það gerist. Er þá lausnum það að millistéttin eigi að taka upp baráttu lágstéttar? Allir sem eru fólk sem þarf að vakna og pæli svona bara út vikuna hvernig það getur lifað af og fóra krakkana sína eru saman í kompaníi og eiga að hugsa þetta þannig. Það er fjölskyldan. Þetta 1% þarna, sem er kannski mögulega 2% eða eitthvað, þeir hafa ekkert með okkar að gera. Þeir fljúa til tunglsins leið og þeir verða komnir búin að rústa jörðinni og það verður allt komið í stríð og gróðurhúsáhrifin verður búin að drepa allt hérna í gróðureldum og svona. Þannig að þú ert að fatta þótt að við höfum ákveðin forréttindi, þú veist, sama hvað forréttindi þú hefur, út miðstétt eða bleiknefi eða hvað þú voru að fatta að þín fjölskylda er ekki, þetta er bara eins og lagið segir sko, sem við höfum nú hlustað á nokkar sinnum, vegur drottnarans er ekki þinn. Vindurinn hvað? Hvernig er þetta, jú? Þetta gamla góða lagið, vegur drottnarans er ekki það, þetta er líka skítapartí sem þetta er að gera í gang sko, þetta er ekki partíð sem við viljum vera í. Það er skammina. Herru, þetta er lokaorðin, þetta er ekki partíð sem við viljum vera í. Veist hvað vindur, þú veist hvað vindurinn, vegur drottnarans er ekki þinn. Vegur drottnarans er ekki þinn. Herru, ágættur hlustendur, ég þakka ykkur fyrir að staldra hérna við og hlusta á okkur hérna við rauðaborðið. Þakka ykkur bræðurum kærlega fyrir að koma hérna og spjalla. Gaman að fá sýnisotni í kvöldverðarborðið hjá ykkur. Ég minni á að rauðaborðið verður hérna aftur á morgun klukkan 8. Þá munum við ræða heimsmálin líka, þá kemur Jón Ormur og við munum fara yfir heimsmálin. Við munum líka tala húsnæðiskerfið og lífeyrissjóðina og það verður margt fleira gott hérna. Þetta er eini alvöru fjölmiðlinn sko. Heyrið þið hvað Erpur segir? Já, í alvörunni. Það er engin